Jæja, góða kvöldið og velkomin á Frelsi Hóks.TV. Nú vona ég heyri í ykkur, eða þess að þið heyrið í okkur meina ég. Og hér mættur meistari Guðjón Reimberg. Sæll meistari. Þetta að leika mút. Já, nei. En er samtið í lagi? Já, lagi núna. Ok. Já, langt síðan við höfum spjallað. Já, þú ert bara búin að vera svo erfiður. Nú, Já, bara þú ert alltaf erfiður. hvernig lýsir það sér? Bara erfiður einhvern veginn. Er það með sjúkdómsgreining á því? Já. Er það hausverkur og þreyta og maður finnur ekki bragð? Já, bara. Þú ert bara erfiður. Já, Ég hvítur á hendinni. hvað gerist? Nei, ég er fórnarlamb vaccine setting. Já, það er nefnilega. Herru, hljóðið gott, segja hlustendur. Ok, gott mál. Takk fyrir það. Gengið mætt og fjölgar aðeins áhorfendur. Það er að snúa myndaðil nefnilega. Svona. Hvað segir? Við erum með svo sem ekkert að segja. Ég veit ekkert hvað er að gerast í Facebook heiminum. Ég er náttúrulega ekki búin að vera á Facebook í 3 mánuði. Ég er nú búin að vera bara í Facebook fangelsi. Það er bara þessi 10 sem ég sé eitthvað frá. Sem sjá eitthvað frá mér. Annað er bara hulin ráðgáta, sko. Ég er ekki að gera eins mikið eins að vídeóum lengur eins og ég var að gera. Ég er svona bara komin eiginlega bara eitt og eitt vídeó að koma bara til að minna á mig. Já. Ég hef nú minkað mín svolítið líka, sko. Já, eftir að uppdata mig hvað þú ert búin að vera að tala um í síðustu live. Já. Þeir eru ekki bara að enda útsendingu núna og ringir aftur þegar að þú er búin að fara yfir þetta. Nei, ég laga þetta náttúrulega. Ég bara nenni ekki að hlusta á neina íslensku. Ég hef einhvern veginn ofnæmi fyrir öll íslensku. Hvort sem það er frá þér eða öðrum, sko. Er það íslensku setting líka á það? Já, ég er bara með algjört íslensku ofnæmi nema þegar ég þarf að tjá mig eitthvað. Já. Þá náttúrulega þarf ég að nota íslensku, en það er ekki til herúlska. Íslendingar stálu herúlunni. Já. Svo það þarf að finna upp nýtt tungumál fyrir herúla. Ætli það verði ekki verkefni næstu 2 ára ef að heilsa á þrek leifir að búa til nýtt tungumál bara. Er ekki bara best að þegja eins og munkandi gera? Nei, ekki. Það er órans, hvað heitir það, kutull? Nei. Hvað heitir það þessi slopp sem það er í? Já, möttull, nei. Möttull, já. Nei, kubl, já. Og það er að fá sér svoleiðið, sko. Jú, sandala og safna skeggi og allt það, sko. Já. Nei, það er náttúrulega bara þessi legasaga er nú eitthvað að hrynja núna, veist það? Nei. Það er verið að laga hana. Já. Ég get séð það líka, sko. Ég get séð þann vinkil líka, sko. En málið er, sko, þetta sem þú kallar aktivistanir. Antivistar. Þetta er bara upp til hópa heimskingjar, sko. Já. Og og allt í einu mætir á svið einhver Arnar, sko, hérastómari fyrrverandi og hann er bara komin inn í alla grúpurnar og bara æðislega góður kall, sko. Og þetta er alveg til í okkar sagfræði sem er Páll Postuli, sko. Skepnaðinn. Þannig ég kalla ég hann alltaf Arnar Páll Postuli. Alltaf Postuli. Við erum með Morður Kárason og Kó. Hann er hersing, sko.
En svo erum við komin með allt í henni einhvern Arnar Pál Postula í grúpuna sem vaðandi strönd og stræti og eyðimerkina. Það var nú allt ferðalagi sem þeir fóru, sko. Og svo beint á krossinu, sko. Svo náttúrulega Eva Ágústa, heilög mei. Hún víst farin að dóminera allar grúpunar og reynir ritstýra þeim. Hver það eftir? Já, hana... Já. Já, einhver söngkona. Já. Nei, þetta sko því betur sem maður kynnist mannfólkinni, því vænna þykir manni biblíuna, sko. Og hann Jesús. Algjörlega. Ég sástu fæsluna sem ég birti hérna. Já, ég kíkti á hana. Ég setti þetta inn í frjálshyggjufélagið. Og það var nú bannað í fyrstu lótu, sko. Frjálshyggjunni. En síðan nöldraði ég nú í adminunum og hann var nú aðra ekki sátt við að ég setti engan texta með, sko, til þess að opna umræðu og ég félst alveg á þá gagnrýni og setti þetta inn aftur með svona smá inngangi. Og það hefur verið mjög fræðandi fyrir mig að sjá hvernig þetta mjallar inn í umræðuna, sko. Og ég var nú bara að játa það, ég var svolítið opinberun að fara yfir þá umræðu, sko, af því að þar byrjaði einn gaur að, veistu, ég hef sagt þeim með, sko, ég sagði eitthvað með Led Zeppelin, sko, veistu, Led Zeppelin var alveg snilldar dæmi, sko. Og af því að helium mjög góð lausn í alls konar svona flugdóti, sko. Og til þess að stappa von á, sko, eða fela það, þá var búið til heil hljómsveit sem heitir Led Zeppelin, sko. Þannig að þú leitar Led Zeppelin núna, þá sérðu bara hljómsveitina, sko. Og guðdómlegi sáttmálinn, eftir þennan hring, þá ég eiginlega að sjá það að það búið að stappa von á guðlega sáttmálan alls konar torfi, sko. Trú og einhverju svona alls konar vitleysu, sko. Þannig ég setti þetta innlegg í frjálshyggjufélagi sem umræðu guðlega sáttmálan, sem orð frá þér, sko. Taka það fram, TM, Guðjón. Að sko, ég var að setja þetta þarna til þess að ræða guðdómlega sáttmálan undir vinklinum þjóðfélagsverkfræði, sko. Og þeir bara voru að geta að höndla það, sko. Og þetta fer strax bara í trúi og trúleysi, sko. Og ég tók sérstaklega eftir einu sem var svolítið gagnrýnin, sem mér finnst mjög gott, sko. What? Það var það var þessi þráður, held ég. Sjáðu, strax byrja kristnina, frumkristni, sjáðu, ég ekkert að tala um það, ég að tala um þennan sáttmála sem í samhengi þjóðfélagsverkfræði, sko. Þannig að þetta fer allt í eitthvað guð og trúarsýði og eitthvað, sjáðu, þetta fer bara í vitleysu, sko. Og trúarneyingu, síðan sagði ég við hann, sko. Ég sagði við hann, sko, þú trúir á hnöttinn og stórakvæll og vírusa og DNA og þú ert bara í trú sjálfur, sko, sem að þú sérð ekki einu sinni og þú ert í trúarhóp, sko. Þannig að mér finnst þetta eiginlega bara búið að vera svona meltast í mér alveg síðan að þetta fór í gang, sko. Þetta fyrir allt í trúarsýði. Ég var ekki að tala um það, ég var bara að tala um þetta í samhengi. Til dæmis með alkohólisma, sem aðeins vægari fíkn heldur en alkohólismi, sko. Valdafíkn miklu erfiðari sjúkdómur heldur en. Já. Og
og snillingandi sem bjuggu til AA sko, þeir gátu farið að lækna fólk þegar fólk byrjaði að viðurkenna æðri mátt, að það hefði ekki stjórn á öllu sko, og svona ákveðin auðmýkt sko, að breyta því sem ég get breytt og sætta mig, þetta svona, og það skiptir hann engu máli hverjar trúar þú ert sko. Þetta eru biblíulegar aðferðir sem eru notaðar í AA. Þess vegna ég að spá í hvort að biblían sé bara felugrautur, eða svona felusalat utanum þessa miklu visku sem að hann Og svo þegar að Jesú á krossfestur tjaldir opnaði og allir sáu kúkinn í kassanum. Over to you. Já, bara, þú veist, kvitt, sko. Það dugar ekki. Það ekki áður. Veist, að ég sammála öllu sem þú ert að segja. Það Já, það gengur ekki. Það eitthvað kritisera. Nei, ég finn eitthvað, sko. Já, ég fjósnum við því. Mér finnst góðu punktur, sko, þetta sem þú ert að draga fram. Það eru margir punktar að það nefnilega. Í fyrsta lagi náttúrulega, sko, eins og þú bendir á varðandi þessa heimsmynd sem humanistar hafa. Og þú veist allt mína gagnrýni á hana. Já. Að humanistinn sér ekki að veruleikinn sem trúarlegur. Nei, þeir eru fastir í trúmennsjó. Hann veit það ekki. Og þegar þú bendir honum á einhver svarthol í hans heimsmynd, hans vísindalegu heimsmynd, þá verður hann reiður. Og hann veit ekki á hverju hann verður reiður. Hann segir að hann sé reiður við þig af því þú hafnar sannleikanum. En hann veit ekki að það sem hann áttar sig ekki á til dæmis, sem eitt svona merki að hans heimsmynd trúarleg, frekar heldur en kannski, hvað þú segja, mælanleg, trúarleg í skilningnum túlkanleg, description, explanation, þú veist að ég mikinn áhuga því disparity, að þegar þú trúir einhverju sem á veikum grunni og einhver bendir þér á að það veikur grunnur, þá sérðu alveg í undirvitundinni, í samvisku grunninu þínum, að þetta veikur grunnur sem að þú stendur á. En ef þú ert óheiðarlegur gagnvart sjálfum þér, eða öðrum, eða bæði, þá viðurkennir þú það ekki. Og þá bregstu við með því að ritskoða eða ráðast á þann sem bendir á svartholinn. Ég var nefnilega bara að hugsa þetta bara síðast í dag. Já, þetta einmitt það sem búið að vera að gerast síðustu ár í vaxandi mæli með þennan sósíalísku heimsmynd sem ákveðin svona afstyrmun á humanista heimsbygginni. Tók mér langan tíma að fatta það, sko. Lengi vel talaði ég bara humanisman og ég sá kommunisman, sósíalisman, marxisman sem hluta af humanismanum, en ég geri það ekki lengur. Og þú gerir alla orðræðuna flóknari og það náttúrulega erfiðar að þá útskýra hana fyrir fólki og allt það, en að þegar þú sérð ritskoðun eða þegar menn fara í mannin frekar en málefnið, þá það ekki bara vegna þess að þeir séu hatursfullir eða rangsnúnir, heldur þeir eru fyrst og fremst óheiðarlegir gagnvart sjálfum sér þá mælanlegu staðreynd að heimsmynd þeirra stendur á mjög veikum grunni og hugsanlega fölskum og þeir get ekki viðurkennt það, get ekki rætt það, get ekki horfst í augu við það og fyrir vikið geta þeir sjálfur ekki komist áfram og þá endar það í einhvers konar hruni innanfrá og það sem við erum sem heimsmenning að upplifa núna að þeir eru að taka okkur með sér niður í einhvers konar svona sog, niður í niðurfall, sko.
Já, þetta skýrgreint sem disassociation til dæmis. Þessi viðbrögð hjá þeim, sko. Þannig að þetta þekkt. Þetta alveg, þegar við segjum, sko, raunveruleikiðin eins og Truman Show, sko. Þetta ósannaður, þetta sem sagt sannleikur fyrir þér en ekki raunveruleiki. Akkurat. Þá bregðast þeir við eins og þessi symptóm lýsa sér og svo ertu búin að bæta óna og núna sko þessum hópsturlun sko og Já, þess vegna fyrirgefðu, má ég bæta aðeins við af því ég sagði sko þú póstaðir hérna inn í grúppuna sko og þú færði öll þessi viðbrögð sem mjög gott dæmi líka sko annað að ég þú veist það sem ég var að lýsa svona eitt af því sem ég sé þegar ég sé svona ekki bara blinda fólks á að veruleiki þeirra túlkun að þau sjá það ekki, vita það ekki en svo ef þeim væri bent á það geta brugðist við svona monkey business mikil reiði, sko 100 monkeys mjög reiðir en já þú veist, og fara svo úti eins og þú bendir þarna á sem mér finnst algjör snillt að draga þarna fram að þau fara út í allskins ímyndir sem þau hafa af hvað trú, hvað kristni, hvað trúarleg hvað trúarlegt morality, þú veist, construct á ýmsa vegu og þau algjörlega ómeðvituð að nánast allt sem þau að segja endurópun, bergmál af einhverju sem þau lásu eða heyrðu eða jafnvel hugsuðu sjálf út frá einhverjum færibreytum og þau sjá ekki að það partur af indoctrination, partur af heilaþátti. Og þau geta ekki losa sig út úr því vegna þess að þegar þú ert farin að, eins og við erum að sjálfnast með COVID, fyrir oft djúpt og langt með þetta, að eitt af því sem að ég verið svolítið gagnrýnin á síðustu mánuði að fólk sér ekki hvernig það fær self-identity eða sjálfauðkenni út úr málstanum sem að það stendur fyrir. Ef þú trúir á COVID og sprautuna, þá ertu komið með sjálfauðkenni út af því. Ef þú ert antivisti gegn COVID-heimsveldinu, þá þitt sjálfsauðkenni út af því. Ef ég eða þú, eða eins og einn sameiginlegu kunningi okkar af netinu, hann Pétur Yngvi var að segja við mig, var að spjalla við hann í vikunni. Hann hefur verið gagnrýninn á ýmsar hliðvörslur í antivismanum. Leið og þú bendir antivistum á hliðvörslur í eigin hópi, þá bregðast þér við þér á nákvæmlega sama hátt og góleminn bregðast við þeim, meginströms góleminn. Og maður horfir á þetta og hugsaði, jæja, ekki komin tími á djópköfun? Já. En ég heyrði annan hérna hjá henni Söru González á Blaze TV. Hún var að tala við einn af ungu strákunum sem þarna, ég man ekki hvað hann heitir. Ég þekki þetta ekki. Hann lítur eins og lítill kjáni, sko, en hann svaka djúpur, sko. Og hann kom með bara, hann sagði, sko, umræðin í dag svona eins og Pokémon-leikur, sko. Þú veist, einhver segir bara, já, ég veit nú ekki hvað innihald efnan og þá hendir einhver bara spilin í umræðina bara, já, hérna ég með 3 punkta frá MIT og 4 punkta frá Harvard. Svo kemur einhver annar og hendir einhver, svona bara, það bara verið að spila eitthvað svona Pokémon-leik, sko. Rökin svona Pokémon-leikur. Það sem að, sko, já, hérna er ég með háskólaprófessor, það 10 orkustig þar. En það enginn að lesa greinarnar eða pæli því hvað máli snýst, sko. Akkurat. Það bara að vera að kasta spilum, sko, einhverju svona gráðu spilum eða ventuna spilum eða vísindi, það vísindin segja þetta, sko. Já, ok. Hvar the governing body of science? Já, sko, það vísindaleg staðreynd að ef þú ferði rússneska rúllettu þá bara 16,7% líkur að þú drepist, sko. Já. Og svo bara að kasta ykkur bara Pokémon spjöldum hvort að það sé þess virði að taka þess áhættu, sko. Já, mjög góð, já. Það ert í samfélagi að vera náttúrulega að taka þess áhættu, sko. Og það reyndar að fjölga fólki sem einmitt að fara að tala með þessar rússnesku rúllettu og þetta svona ping-pong spil.
Mér langar að koma með 2 punkta meðan ég man eftir þeim og það sem eru tengdir þessu. Annars vegar þá fór svolítið víral í haust, ég held að það verið í haust, sem að því Jordan Peterson búinn að vera að reyna að eiga innkomu. Hann Og maður sér, ok, sko, og ég tók eftir að ég fer sjaldan á YouTube í dag. Ég fer eiginlega bara á YouTube ef ég leita lögum fyrir bloggið mitt. Og og ég sé að YouTube algrímin á biluðri fullri keyrslu og reyna að prómóta Jordan Peterson, sko, Saint Jordanius eins og ég vil kalla hann. En hann kom með mjög góðan punkt í einni af svona innkomu tilraunum sínum, þar sem hann var að tala að á bakvið tjöldin væru þessar COVID-aðgerðir að gera mjög mikið af polling sem aldrei birt. Til þess að mæla viðþorf 75–80% af fólki hvað með að ganga langt. Og það annar punktur líka sem kom fram hjá gaur sem að kom fram í þætti hjá David Knight fyrir fáeinum vikum. David tók sér viku frí og það var einn vinur hans sem leist hann mjög skemmtilegu gaur og sem heitir eitthvað Partin eitthvað og hann talaði við reglulegan viðmælanda sinn sem heitir Billy Ray Valentine og af því að þú bentir hann á hann gaur hvað hét hann aftur? Logan eitthvað? Að Billy Ray Valentine einmitt einn af þessum gaurum sko, sem að enginn veit af en alveg bilað djúpur mjög vel pæltur, akkurat þú veist gaur sem við myndum vilja fylgjast reglulega með og hann fór ofan í hvernig Cambridge Analytica dæmið 2016 væri ennþá á fullu svingi munurinn væri sá að vinstri sinnar ekki að expósa það af því núna eru þeir að nota undir ykkur öðru nafni til þess að geta fínstilt viku frá viku hvað þeir eru að gera. Nú til þess margir að tala það, þú veist, eins og Tékkland er að stíga tilbaka með mandates, Bretland núna til viku að fella bara allt úr gildi, frétt í dag, Færeyingar ætla að fella allt úr gildi í lok febrúar og menn segja já, spilaborgin að hrynja. Enginn að fjalla það vika eða 10 dagar síðan að Þýskaland lýsti því yfir að þeir ætla að bíða með mandate í hálft ár og það síðan útskýrt með einhverju lagaútskýringu varðandi sko ríkjasambandið, mismunandi lög innan ríkjasambandsins og maður hugsa já heldur það, ertu búin að horfa á sviðið síðustu 22 mánuði, hvað, þú veist, þetta nákvæmlega sama, þú veist, ok, spilaborgin nefnilega ekki að falla. Það verið að fínstilla og það ég búin að vera, ég sjá, ok, já, ég fann að halda einræðu, sorry. Nei, það góðlega. Ég kann alveg að tróða mér inn í þar, sko. Sko, ég búin að vera sjálfur að greina mikið, sko, NATO-maskínuna. Núna undanfari aðalega á íslensku en aðeins á ensku. Og til dæmis Biden lýsti því yfir núna í vikunni í annual address að já, við förum bara í stríð við Rússa við Úkraínu en við ætlum ekki í stríð eða verða svona einhvers konar minniháttar innrásir í breakaway republics í Austur-Úkraínu. Hann búinn að vera svona gera step back. Þýskaland lýsti yfir vilja til að gera kjarnorkuárás á Rússa í október en eru núna að lýsa því yfir að þeir vilji bilateral relationship við Rússa. Það verið að NATO að bakka á öllum vikstöðum í stríðsundirbúningsorðræðu, þú veist, pre-war discourse, pre-war narrative og ég hef ekki séð neina greinendur ræða þetta. Ég hef verið að reyna að gera það sjálfur. Ég ekki búin að kíkja á reyndar. Hvað segir þau? Þú ert ekki búin að hlusta á live? Nei, ég veit það. Ég ætla að gera það. Ég ætla að bæta úr því. En sko, ég á eftir að kíkja hvað Andrei Rafski hefur að segja um þetta. En ég er búin að kíkja þess á hvað Paul Craig Roberts hefur að segja um þetta. Hann kom með mjög objective Paul Craig Roberts kom fram á Geopolitics and Empire fyrir nokkrum dögum og þar talaði hann annars vegar Úkraína ástandið og fókusaði á dystopískar greiningar út úr Washington sem að hann hefur mjög mikla reynslu af sem Washington Insider sjálfur og hins vegar gerði hann alveg frábæra objektífa greiningu á COVID ástandinu
sem var mjög áhugaverð að því hún gerð frá sjónarhóli mann sem trúði á vírusahúsið í upphafi sko. Og hann fór svolítið skemmtilega yfir landsvæðlega og ég mæli alveg hiklaust með Geopolitics and Empire Paul Craig Roberts til þess að fyrir báða þessa punktu. Okay. En kvikkaði upp á hann sko. Paul Craig mjög klár, hann bara svolítið gamall sko. Já, það hefur ekki allt ræst sem hann hefur sagt en hann mjög flottur rínandi sko. En þetta í raun hárrétt greining hjá þér og ekki ósvipuð minni greiningu sko. Ég sko menn halda bara, nú þetta bara búið, þetta var nú gott, erfitt fjall og nú eru komin í fyrirheitnarlandi sko. En málið þetta bara ein af orustunum í stríðinu. Já. Og í þessari orustu mun mikið af börnum tapa lífinu og alls konar fólki og það bara hrynur fólk allan heim. Og Mike Adams segir þetta endi í að 2 milljarðir muni tapa lífinu. Ég held hann sé ekki fjarri lagi sko. Mike Adams mjög reyndur rínandi og mjög rasjónal gaur. Ég reyndar mér finnst það svolítið hátt sko, mín skoðun en ég sé alveg það getur bara verið rétt hjá honum. En það eitthvað sem bara reynsla mun leiðiljós og ég vona náttúrulega aftur ég hafa bara rangt fyrir mér sko. En málið að þetta bara milli orusta og Rússland svona eins og ef maður í leikhúsinu þá fer maður niður og fær sér eitthvað svona að drekka fyrir næsta leikþátt sko. Já. Og það rússaruglið, það bara svona milli leikþátta sko. Næsta sem að þeir fara í, það eru 2 áætlanir nánast tilbúnar sko. Og önnur þeirra Já, það smá kalt í kofunum, þannig veður núna. Önnur sem sagt Polygon, það mun og fljótlega, það bara internetið búið sko. Fyrir okkur útilegumennir allavega. Og síðan það Holodomor. Já. Sem hungursneiðin. Og það ekki tilviljun fyrir því að eitt sjálfstæðispleppin fór að vinna í einhver dagblaði í bændaiðnaðinum. Hægri hendin fór að vinna í hægri hendin. Þetta allt öfugt eitthvað í kamerunni. Hægri hendin fór að vinna í blaðamennsku í kringum landbúnaðinn og vinstri hendin fór í landbúnaðarráðuneytið sko. Og við munum þegar og þetta lið var rústaði síðast heilbrigðismálunum. Þetta liðið sem framkvæmdi árásina, orrustuna. Og nú þessir aðilar komnir yfir í landbúnaðarráðuneytið og þeir virðast þurfa nokkur ár til þess að koma sínum hlutum í gegn sko og undirbúa. Þannig að það greinlegt og þessna held ég að hungursneiðin komið fyrst sko, bara matvælakerfið verði stoppað sko. Já, það hugsanlegt, en það eru fleiri fléttir á þessu, það hefur komið aðeins í ljós í vetur, ég var að gera þessa greiningu held ég fyrir mánuði síðan með gauðra eins og Steve Kurz, Robert Malone, Elon Musk og fleiri aðilar sem hafa dúkkað upp, Peter McCullough og fleiri, virðast koma frá þessari sko Florida, Texas mafíu, Stanford hugveitur, að menn átta sig ekki á því sko að á bakvið þessa menn eru mjög fjársterkir aðilar, það stríð í gangi þarna undir yfirborðinu sem við sjáum ekki. Nú til dæmis Florida alveg dæla peningum í að byggja upp heimavarnarlið í Florida. Bæði eru þeir búin að auka fjárveitingar til National Guard Florida sem opinberi her allra fylkjana og mjög mikilvægur partur af bandaríska heraflinu. En hann líka að endurreisa aðra tegund heimavarnarliðs. Ég man ekki alveg hvort það heitir Florida Home Guard eða eitthvað svoleiðis. Að hann var að biðja svona grunn, bara svona smáfjárveitingu, $200 million eða eitthvað, til að endurreisa þetta Florida Home Guard sem var síðast til 1947. Þannig að það eru
undirbúningur í fleiri ríkjum, þú veist, í fyrsta skipti bara í sögu Bandaríkjanna, þá eru milli 10 og 15 fylki Bandaríkjanna bara að fara í mál við Biden fyrir hvert mandate og fyrir öðru og ignora hvert executive order og fyrir öðru. Bandaríkin í rauninni klofin. Þannig að við erum að sjá til dæmis þarna, sko, þú veist, það sem ég var að hugsa alltaf þegar ég var að gera þessa greiningu þarna fyrir, ég ætlis ekki mánuði síðan, þá var ég að pæla, sko, frá mínum bæðurum séð, þá sé ég að það eru fínstillingar í ofbeldinu, en minnst báðir aðilar vera sekir. Það er bara spurningum stigsmun á hvernig við myndum mæla það, sko. Vegna þess að ég held að mafían sem núna að reyna að vinna gegn öfgasósíðlustunum, þeir hefðu getað stöðvað glæpinn fyrir 2 árum, á mínum mati. Þannig að, þú veist, þetta er svona svipað þegar við vorum að pæla í þessu með 2016 greininguna, hvað er trampolíni fyrirbærið. Og svo kemur líka inn í þetta, það er 2 punktar sem mér finnst hérna vega svolítið þungt, sem eru hvergi í neinum umræðum. Og annað er þetta með greiningar á NATO Logistics, NATO Human Resources. Þetta hvoru tveggja er hrunið. Vesturlöndin, Evrópa og Bandaríkin eru algjörlega varnarlaus í dag. Algjörlega. Og leið og sú staðreynd verður ljós, núna á síðustu 4 vikum, þá bakka allt í eins og Bretar og annað. Bretar ætla ekki að láta taka sig í rúminu. Það sem hefur, sko, utanríkisstefna Breta frá 1100, frá Vilhjálmi Bastarði hefur verið, það kemur enginn yfir sundið. Þú sér að Nicola Sturgeon, einhver mestu öfgastalisti allra tíma, hún er samstíga Boris, bara, já, heyrðu, nú stoppum við allan kommunisma. Vegna þess að það fær enginn að koma til Bretlands eða Skotlands yfir sundið. Þau sjá alveg, þú veist, Anglikan, biskupakirkjan og þeirra leyniklúpar vita alveg nákvæmlega hvað þeir eru að gera þarna. Þetta er annar fluturinn, má bara skjóta hinn flutinum af því mér finnst hann vera mjög mikilvægur og hann, sko, ég veit að þú fylgist aðeins með hvað ég hef verið að tala undanfarið. Ég hef búin að vera koma mjög sterkt fram með kröfuna Exodus. Að þegar okkur er hótað gúlagi þá bið ég ghetto. Og ég hef ekki séð neinn á heimsvísu vera að tala þetta sama nema Dr. Zelenko. Hann er að tala þetta undir rós núna bara á síðustu 3-4 vikur. Hér erum við að tala fyrirbæri sem að, sko, þjóðfélagsverkfræðingar eru mjög vel meðvitaðir og Mike Adams var að tala núna 19. Þegar byrjaði að planta ykkur hugmynd, jafnvel þó fáir þakk eftir henni og allir sjósamálinni, þá getur hún farið eins og eldur í sinum mjög hratt. Og það sem þjóðfélagsverkfræðingar, sko, postulana 11, hugveiturnar sem koma aldrei í fréttum, vita að ef að til dæmis 15 milljón þjóðverjar myndu á auga allt í einu bara á viku flýjum í alþjóðlega flóttamannabúðir, ef þeir myndu fatta greiningar sem ég hef verið að útskýra á íslensku og örlítið á ensku, að alþjóðlega flóttamannabúðir hafa notið alþjóðlegar viðurkenningar allar götur frá Exodus í Móse. Og ég er endalaust að finna fleiri punkta sem að staðfesta þessa skilgreiningu. Og bara síðast einhverja punkta í dag, ég man nú ekki alveg sipil hvað það var, að þú veist, hlutir fljóta bara fram hjá manni og inn aftur og svo allt inn mann maður og aftur og svona. Þeir taka ekki sénsinn á því að 5 milljónir frakkar og 15 milljónir þjóðverja og ennþá fleiri milljónir út allan hinn vestrana heim fari í alþjóðlega flóttamannabúðir. Vegna þess að þá hrynur kerfið sem þeir eru að yfirtaka algjörlega. Og mig grunar að þó svo að eins og þeir vita þá eru bara 50 manns að hlusta á mig og einhver 100 manns að hlusta á Zelenko. Þeir taka ekki sénsinn á að einhver kveiki í þessari hugmynd og hún fari svo eldur í sinu. Þetta er svona hitt innbúnturinn. Sorry.
Nei, þú bara rantaði alveg mikið og lengi og þú vilt, sko. Ég kann að skjóta mér inn í, sko. Já, ég orðin svo auðmjúkur. Ég alltaf að lesa Kóraninn. Heyrðu, má ég koma eitt punkt í tengslu við það? Já. Að ég var að lesa, heyrðu, ég fyrir, þú veist hvað ég mikið inn á iðruninni? Kaflinn súra 9 í Kóranum, hún bara skyldulesning um þetta. Þar koma líka sáttmálar og trítís inn í. Ég var bara uppgötað þessa súru, bara, heyrðu þið, og bara fór, ok, þannig að hún skyldulesning, súra 9, repentance. Og trítís, nefnilega sáttmálar kom inn í þetta. Þú veist, það eitthvað í gangi líka nefnilega með einhverja dulda sáttmála sem við vitum ekkert um. Ég hef tjáð með aðeins þetta í vetur, en ég veit ekki hvað ég að tjáð með. Ég fekk bara eina sýn þetta og ég hef ekki hugmynd hvað verið að segja. En, sko, ég hitti 4 múslíma daginn í bátunum. 1 palestínumaður, 1 sýrlendingur og 2 jemenar. Og 2 þeir áttu mjög erfitt með ensku og sá 3 svona, já, þú veist, en 1 var þokkalur í ensku, búin að búa lengi í Grikkland og svona, allt ungi menn. Og eitt af því sem var rætt, að ég spurði þá hvað væri frá þeirra sjónarhóli munurinn á sunni og shia af þeirra mati. Og þeir sögðu allir bara líka við í einum kór. Sunni og shia ekki íslam. Nú segi ég, nei, vegna þess að sunni og shia að berjast innbyrðis og engiðstrúamenn berjast ekki innbyrðis. Þetta eru pólitískar hreyfingar sem hafa ekkert með íslam að gera. Ekki neitt. Þetta allt saman subversion. Já. Og þú veist mína skoðun á sunni og shia, hvoru tveggja skurðgóða dýrkun. Já. Það sko, þú ert með trúaða fólkið, svo ertu með trúlausa fólkið og svo ertu með trúvitleysingana, sko. Það því miður, það þeir flestir, sko. Það eiginlega 99,9% af fólki þar, sko. Já, haltu bara áfram, nú komið að þér. Það var að kyngja þessum aðeins. Já, ég verð nokkra vikur að því. Já, þessi var djúpur, sko. Já. En hérna, tökum eitt sem að sýna það fyrst. Það þetta eru tölunar sem að útskýra orkustraumana í þessu. Það tölur hérna. Ég næði ekki að lesa það. Taka skjámynd. Þetta nú bara Wikipedia, sko. Já, nei, bara, þú veist. Þú veist. Hérna eru stærstu herir í heimi í dag. Og þetta sem sagt virkur her. 2,1 milljón í Kína. 1,4 í Indlandi. Og svo eru Bandaríkin. Svo Norður-Kórea. Svo Rússland. Pakistan og Íran. Og svo getum við haldið það frá niður, sko. En hérna, þetta eru tölunar sem að útskýra rosalega vel hvaða kraftar í gangi, sko. Og hérna, og síðan ertu með hérna íslensku ríkisstjórnina sem Davos, the Davos agenda, sko. Já. Og opinberlega, það opinber stefna íslensku ríkisstjórnarinnar að prómóta the Davos agenda. Já, og sér það náttúrulega herra íslenski Rockefeller, sko.
Hann sá enga ástæðu sem mætti á Alþingi því hann var alltaf þarna sko að plotta. Og það Bjarni. Já, og Skata hérna með setu sko, Skata. Og hún bara titluð þarna sem verkefnastjóri og ég veit ekki hvað og hvað sko. Contributor. Þannig að sko þegar að einstaklega voru að hlæja mér og samsæriskenningum mínum sko og þetta Bilderberg, það bara einhver samsæriskenning sko, þetta allt sem að Bilderberg liði sko. Klaus Schwab forstjóri Bilderberg í dag. Já, þannig sér við. Og þetta eru hælbítar mannkyn sko. Og mannkyn hefur einhvern veginn ekki fatta það að bara eins og ef einhver að bíta í hælinn á þér þá bara trampar á viðkomandi sko og skossar hann sko. Áminning Guðs til Kain á sínum tíma. Syndin hefur auga á þér, syndin hefur fylgis með þér og hefur hug á þér og það þitt að traðkana undir hælið þínu. Jú. Og ég var að rifja þetta upp daginn ég var að rifja þetta upp daginn í tengslu með að ég er búin að vera að vinna svolítið síðustu 2 mánuði með fyrirbæri manifest concept eða conscious concept. Getur hugmynd haft hug á þér? Minnum á getur hún haft líf sko? Getur hún verið meðvituð? En ég var að dýpa það í gær eða fyrradag við börnum mín. Nú eru 2 elstu 10, 11 og 9 ára. Að þau, þegar ég sest við mataborðið þá bara hvað er að dýpa þetta núna? Þetta er svo gaman sko. Og þau voru að segja sko já, heilinn og hugsanir í heilanum og eitthvað svona. Ertu viss að hugsanir séu í heilanum sko? Og var að tala sko að þú sér eitthvað sem þú særti mikið það farið í magan og það alls konar einkenni sko, þannig að það svo mikið endilega minningar og hugsun séu endilega í heilanum sko. Og þá einhvern veginn bladraði ég upp kenningu af því að þau voru að segja sko, já það rafmagnslínuritin hérna af hausnum og hugsunin og það var sönnunin sem þau lögðu fram sko. Og ég sagði já, það getur verið að sé rafmagn í heilanum sko. Það þýðir ekki að hugsunin sé að gerast hér. Það getur verið að rafmagnið sem skinnir í heilanum sé bara móttaka orku þannig að heila hugsunin sé einhvers staðar annars staðar. Veistu, ég var að segja sko, það getur alveg verið þýsis eins og hugsunin sé í heilanum sko. Og svo tek ég alltaf fram við að ég veit ekkert sko. Þetta er bara það hafa fleiri en eina kenningu sko. Og þeir segja hitt, vita er ekkert heldur hvernig þetta virkar. Og sko menn verða óbúslega reiðir út í mig þegar ég hreyfi við svona hlutum sko. Ein ábending í tengslum við sko að því þú titlar þig núna Dr. Axel Pétur Axelsson. Já. Þú ert að breyta því í Dín. Nei, ég breyti engu. Bitu, spurðu okkur frekar. Veist hver munurinn á doktor og Dín? Ég nenni ekki að fara að prenta þetta aftur, kom. Nei. Ég að hækka því í tigg. Já. Veist ekki hvað Dín er? D-E-A-N. Nei. Já, þá googlar það bara seinna. Ég er með Google hérna bara í beinni útsendingu. Nei, en sko, PhD þýðir filosófur af doktor og filosófi sko. Það hún einhver svona sem að stendur með okkur mikið í liði sko. Sem fannst nú ekki merkilega þessi doktorsgráða mín sko. Hún var að vitna í mig. Er einhver með okkur í liði? Það er enginn með mér í liði. Jó. Þetta er alveg þitt lið sko. Ég held að þú sért sko, þú stýrir antivistunum sko. Ertu komin í lið með Dr. Elisabethu?
Hún heldur að ég sé meitlari. Já. Einmitt. Já, ég ætla ekki að tala mikið persónuleikendur. En og þá kom spurningin, í hvaða skóla ertu með þessu doktorsgráðu? Ég sagði, það Frelsi TV. Já, þetta bara svona plat. Já, ok. Kona mín skrifaði undir þetta hendar. Það eru 2 undirskriftir á doktorsgráðinni. Ég skal senda þér tipskrá með undirskriftinu minni. Þegar þú stofnar Dín. Já, sendu mér þetta á Dín. Send þú mér Dín. Skrifa þú undir það. Allir sem vilja skrifa undir það á Íslanda, ég sé Dín. En þetta ekkert verra diplóma heldur en bara Háskóli Íslands eða Háskóli, þetta sennilega betra diplóma. Þetta meiri vísinda á bak við það. Nei, þú þarft að fara í náttúrulega hlýðnibúningin og láta heila þú þig, sko. Annað gengur náttúrulega ekki. Já. Þú varst að sýna þarna skjámynd af þér og Harmageddon. Já, ég var komið þangað. Ég var búin að finna þeir eru að fara í stað aftur, búin að taka 1 viðtal við mig. Þeir reyndar, já, ok. Og var það stutt eða langt eða? Já, þeir eru ennþá svona í beinni útsendingu útvarpsam, sko. Þeir eru ekki alveg búin að fatta hvað podcast sko. Podcast að setjast niður með einum og tala við hann í 3 tíma eða 6 tíma eða 8 tíma eins og við gerum stundum og bara klára, skilur. En þetta var kallað í Tívalíunum, þá voru þeir alltaf með svona freakshow þar sem að fólk mætti og horfði á sko fríkin eins og Elephantman og slíkt. Já, það var svona alls konar freakshow, já, þetta hér, skilur. Eitthvað svona, sko. Þetta var, og þeir svolítið að segja, sko, áskrifundur, þeir sem að borga í baukinn, þeir fá að sjá fríkinn, sko. En að þú ert orðin sölumara? Ég orðin eitt af fríkonum, sko. Ég hlusta, já. Nei, þú? Nei, ég hlustaði á samtalið við hann hinn Frosta, hvað heitir hann, hvað sonur hann aftur þingmaður. Frosti, eitthvað, já. Þetta raunverulegt fríksjó, sko. Jakob Bjarnar sagði eitthvað tíma við þá fyrir löngu, þeir voru ennþá í live, sko. Þannig að ég bara einn af þessum fuglum ykkar sem að mæta hér reglulega. Það var eftir að ég var að tala við þá, sko. Þannig að maður hefur náð að vinna sig upp í að vera frík, sko. Þetta The Freak Show. Bjartet leiti og svona dót. Já. Við áttum nú Íslendingi svona, hvað Jóhannes, sem var 214 cm á hæð, svoleiðis. Jóhann eða Jóhannes, risi. Jóhannes risi. Já, ég myndi frekar skrifa það. Það er líka verið hérna. Jóhann Svarfdalingur. Einmitt. Var selt inn á hann eða? Held að hann hefði tekið þátt í einhverjum sýningum, hann var mjög stórvaxinn. Já. Svo áttum við einn sem hann gat slitið járn. Nú. Já, ég man hvað Reynir, getur verið
Reynir Sterki, eitthvað svoleiðis. Akureyringur. En hvað fríkið við mig? Hvað svona fríki við mig? Ég veit ekki, en það kemur einmitt inn í þetta með frostana. Ég man nú ekki hvað hann heit, þú getur nú skoðað það. Þetta podcast þeirra, það voru 50 og eitthvað mínútur og ég hlustaði nú bara á það því ég var þvingaður til þess, já því eins og ég sagði þér á hann, íslensk orðræða í útlegð hjá mér þessa dagana. En Jesú gaf Reyni kraftana. Það nú gott. Já, maður trúa þér, sko. Ég veit ekki hvort það er ennþá lifandi. Nei, það ekki. En það var, sko, já, ég reynir að rifja hvað son kallinn þarna þingmaðurinn. Sko, þeir voru að ræða það hvort það ætti að sprauta börnin eða ekki sprauta börnin. Já. Og það var ekkert áhugavert við þá samræðu nema kannski allar tilfinningarnar sem voru í tóninum í röddunum, sérstaklega framan af, svona fyrsta hálftíman. Þetta var allt mjög tilfinningaháð hjá þeim, öllum þrem. Máni hélt svolítið aftur á sér, sko. Það kom reyndar alveg skýrt fram hjá þingmanninum. Mér datt þá í hug hvort að hann væri í Siggu dómsmála klúbnum, heildarmyndarhópnum, að taka skýrt fram að við viljum nú ekki tala við conspiracy theorista. Já, einmitt, það var tekið skýrt fram, sko. Það var alveg skýrt, sko. Já. Við dölum ekki við þá. Nei. Og það tengist náttúrulega þessari spurningu þinni áðan, sko. En það var, hvað það sem gerir mig að frík? Já. Og við höfum nú áður tekið snúning á þessu með þegar að Sigga Dóm listi því yfir að hún myndi tala við alla en ekki conspiracy theorista. Svo ég spyr þá bara hver skilgreiningin á conspiracy theorista. En það var eins og sko, það sem mér fannst áhugavert, þetta alveg eins og með Steve Kurz sem var svona svolítið dóminerar umræðuna í Bandaríkjunum í dag. Og á það alveg skilið, sko. Hann er að vinna alveg feiki góða vinnu og verður aldrei án að tekið. Þetta er svona svipað eins og ég lýsti þess í blogginu mínu. Þetta er svona svipað eins og að koma að borði þar sem allir eru að ræða tarotspil. Tarotspilin eru 78 og þeim er skipt í tvennt. Það er minor arcana sem er 56 spil og major arcana sem er 22 spil. Og þegar þú lest í spilin þá getur þú haft stokkana aðskilda. Þú getur haft þetta einn stokk eða 2 stokka. Þú getur gert frægustu tarotspilalögnina sem er kallað The Celtic Cross sem eru 10 spil. Og svo eru til 2-3 aðrar algengara lagnir þar á eftir. En keltirneski krossin er mest notaður. Þú getur ákveðið að hafa sum spil á hvolfi. Það þegar þú raðar saman spilunum og stokkar upp og nýtt ástundum lendir 1 og 1 spil öfugt eða sérst á haus. Þannig að sum spil koma út í lögnina á haus. Þannig að þú ert með 78 túlkanir á spilunum og sumar túlkanir geta þá sitt verið rangsnúnar. Og þú getur verið með síðan mismunandi útfærslur á hvernig þú vinnur þetta. Er það til dæmis sá sem lesi spilin sem stokkar þau og dregur þau. Eða stokkar þau og lætur les þegan draga þau. Eða stokka þau og draga þau. Þannig að þú getur verið með 78 spil, þú getur verið með, og í hverju spili eru ákveðin táknfræði. Þessi fyrstu 22 sem eru Major Arcana, þau eru alveg stútfull af mismunandi táknum
og litum, litirnir hafa tákn líka, pluss að myndin sjálf hefur ákveðna merkingu, þá eru fullt af sem sagt undir táknum með myndinni og svo náttúrulega breytist bæði tákn spilsins og skilningur á táknum spilsins eftir afstöðunni með hinn spilin, hvað fortíð, hvað nútíð, hvað framtíð og svo þarf náttúrulega lesandinn að skynja, erum við að skoða í atburði í lífi lesþegans eða erum við að skoða í sálarástand eða erum við að skoða eitthvað annað og þannig að þú hefur endalausar variasjónir af mismunandi sannleikum 56 spilin, Minor Arcana þau eru einfaldari það meira spilað upp úr hvort að þú ert með vendi eða bikara eða skildi eða hvað var nú aftur þetta fjórða vendir, bikarar, skildir og sverð og það skiptir að meira máli sem sagt, hvað tákna þessi 4 grunnelement þessi 4 grunnþættir og svo talnaspekin þar inn í og svo líka þú veist skjaldsveitnin, riddarinn, drottningin og kóngurinn pluss ásinn og svona þannig að þú ert með sko nokkur 100 variasjónir þú ert með 78 spil þú ert með 78 rangspil þú ert með mismunandi lagnir, mismunandi uppsetningar mismunandi afstöður og mismunandi skilning og túlkanir og táknfræði pluss og innsæi lesandans og snerting lesþegans. Það breytir ekki einfaldleikanum. En í öllum umræðum sem ég heyri, allstaðar, hvort sem það hér á Íslandi eða erlendis, þá ég bara að heyra mismunandi túlkanir á tarotspilum. Eða Pokémon-spilum. Og svo verður að hafa eitt í huga sko. Ef þú ert með tarotspil og tekur þetta alvarlega þá geymir þau alltaf í viðarboxi þú ert átt silkiklút til að vefa utan þau þú leggur spilin á silkiklútin þú geymir helst spilin nálægt austurglugga svo þau séu boðuð í morgunsólinni þau snúa þá í norður suður eins og áttaviti þetta eru mikil vísindi og inni ef að fallni ljósengill dulspekinnar væri ráðandi heimsmynd en ekki fallni ljósengill humanismans þá værum við í dag að túlka COVID-19 algjörlega út frá mismunandi lagningum á tarotspilum. Það breytir ekki þeirri staðreynd og þeirri einföldu staðreynd sem ég veist algjör snilld í öllum þessum umræðum ef ég má aðeins prjóna við þetta. Þegar ég hlusta á alls konar fólk og ég hef gaman á að hlusta á alls konar fólk ég hlusta mikið á Mike Adams, David Knight, Alex Jones, Ron Paul þetta eru svona þeir sem eru mest á sjóndeildarhengnum hjá mér þessa dagana fríksjóið þessa dagana já bara þú veist fyrir mér þetta bara entertainment ég alveg fær að afla mér upplýsingar sjálfur og túlka þær sjálfur en þegar ég að leggja kampal í tölvunni minni ætla ég að horfa á bíómyndi að hlusta á Alex Jones það bara spurning hvað mig langar í en þegar ég hlusta á allar þessar túlkanir alls þessar fólk og ég tek snúning á öðrum ég hlusta stundum á séri Tenpenny og The Five Dogs og ég held mikið upp á Dr. Larry Palevsky þessa dagana og þú veist ég missi helst ekki að viðtala við Dr. Selenko frá því ágúst og þangað til bara fyrir viku síðan hálfum mánuði síðan þannig að þú veist það svona ýmsir sem að maður hefur líka áhuga á að heyra viðtöl við sem dúkku bara og koru ég á niðurhal af nýjastu framkominni á Dr. Simon Gold ég vil ekkert, hún hefur varla komið fram síðan ég fór að kalla hana öskubörku einhverju hluta vegna seimaði hana, það var ekki ætlunin við byrst afsökunar öskubörka og menda á þig og maurana þína en í öllum umræðum sem ég heyri sem eru bara tarotspilar þetta ekkert nema bara mismunandi tarotspilalagnir þá þegar menn segja já sko fléttan núna rekjast upp og spilið núna búið og þetta allt saman exposed og bla 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 það breytir ekki einfaldri staðreynd þegar
COVID-19 var fyrst lýst, þá heyrðirðu lýsingu á flensu, vægri flensu. Og í 22 mánuði hefa 8.000 milljón manns verið að rífast mismunandi tarótspilalagnir vírus og eitursprautur. Þegar allir jarðarbúar hafa persónulega reynslu af kvefi, flensu og lúnabólgu. That's it. Hver einfallleikinn í stöðunni? En hérna talandi örlaga norðunar. Ég mikinn áhuga á þeim. Ég elska þær, þú veist það. Ég búin að vera með þessa hérna náttúrulega. Þetta fyrirtæki svonar minns. Og þetta var sem sagt Six, svona vefsíðu gerð og alls konar hugbúnaðar og slíkt. Sem gerði undir síðu sem heitir Verslun, sem svona verslunasíðurnar og það. Og núna ég að fara út í SEO. Taktu orðið strax í burtu. SEO, Search Engine Optimization heitir það. Og nú ég að fara af stað með, þetta á önnur lendingasíða heitir þetta vist, sem heitir Galdrastafur. Af því að þetta, ég er búin að vera að stúdera SEO núna undanfarið sko. SEO. SEO, já. Leitavéla bestun heitir á íslensku. Já. Og hérna, þetta eru svona nokkuð svona galdrar sko, stafagaldrar. Þú verður leikilorð og hérna, ein síða kannski með nokkur 1000 leikilorð sko. Og svo það að skoða þetta og svona reyna einhvern veginn að töfra þig ofar á listan hjá Google sko. Og þessna hugsaði bara, heyrðu, þetta bara galdra stafur. Stafur náttúrulega spelling á ensku sko. Og þá datt ég allt innu niður í að spá þú nú með svona tattoo sjálfur, er það ekki? Eitthvað þessum með þetta hér eða? Já, þetta eitthvað annað. Er ég ekki mynd? Já. Þetta eitthvað annað, já. En Björk með þetta, þess að hún með hérna vegvísir heitir það. Og hérna Ég að reyna að hitta á hvernig myndavélinn sér þetta. Já, mynd. Sérst þetta vel núna? Já, þetta sérst vel. En hérna eru þessir Ægishjálmur, vegvísir, Gabaldur, Ginnfaxi. Þú nefnilega helst, þú varst að nefna þetta við mig þarna í vikunni. Já. Ég hef ekki séð neitt vera með þessa útgáfa þessu. Hvað er þetta? Þetta hefur nafni Process of Positive Willpower. Já. Og þetta er samsett úr 3 táknum. Og ég tek skýrt fram að þetta hefur enga merkingu. Í trúarlegu tilliti. Af því að ég hefur undir Guð. Já, nei, þetta hefur vissulega heimspekilega merkingu. Signs and symbols hafa alltaf merkingu. Þetta hefur enga trúarlega merkingu. Þetta er ekki trúarlegt tákn, neinu tagi. Ég er undir guðdómlega sáttmálanum og ef að ég teldi að þetta væri trúarlegt tákn, þá myndi ég láta skafa það að mér. Já. En hérna eru þessir stafir, 8 stafur. Að þetta einhvern veginn, þetta gerist oft svona hjá mér, ég leiðist einhvern veginn svona, ég var ekkert að pæla í þessu skáður, ég var bara, ég þurfti að fara að sinna SEO, leitavéla bestunum sko. SEO, já. SEO, já. Search Engine Optimization. Og hérna, og það hefur verið svolítið erfitt að fá Six til þess að ranka á Íslandi sko. Því það er til sko Six tölvupóstfyrirtæki. Þannig að það truflar leitir sko. En hérna Er það þá með SI? Nei, það er Six líka sko. Það er hérna fyrirtæki hér sko. Google hefur einhvern veginn upplifað þetta í sig að reyna að stela ykkur frá þeim sko. En ég fekk hugmyndina upphaflega frá Wix sko, ekki frá Six. Hvað er
Ég vissi ekkert þetta, sko. Þetta fyrir ég. Hvað open text? Þeir eru með svona tölvupóst þjónustur einhverjar. Og Google hefur einhvern veginn alltaf upplifað það eins og ég sé að stela frá þeim, sko. Þeir eru með registered trademark, sko. Og Google var eitthvað voðalega neikvæður út í sixi á mér, sko. Þannig að ég þurfti hvað sem að vera þá með ótruflað lén, sko. Þetta hér farið að trekkja bara vel inn, sko. Þá ákvað ég að taka það galdrastaf. Og það er náttúrulega elitin á kafi í alls konar svona pælingum, sko. Algjörlega, bólakafi. Hérna kommentaði ég á þetta viðtal sem allir bara, þetta er svo frábært. Þetta er svo frábært sem að segja hérna Arnar Páll Postuli og Ögmundur Bolseviki og Barbaras, hvað heit hann? Barbaras. Sem var ekki, sem slapp við aftöku fyrir Jesú. Barnabas, já. Ögmundur Barnabas og Arnar Páll Postuli. Þetta eru farisegar og fræðimenn, sko. Og ég svaraði þeim svolítið harkalega hér, sko. Þurfti ekki að leita langt, Arnar Páll Postuli. Og þarfti ekki að leita langt, Arnar Páll Postuli, og getur rannsakað hvers vegna ég var bannaður að útvarpa sögu. Ekki að þetta flókið að finna út af því. Og ræningin, Ögmundur Barnabas, getur rannsakað hvers vegna Skrújú hefur aldrei talað við mig, meðan hann var við stjórnvölinni í umboði NATO og K, sem núna svolítið að spretta út í Davos agenda World Economic Forum. Það lýsandi fyrir ástandið að hér eru tveir farisegar og fræðimenn að runka hvor öðrum. Annar reyndar með þeirri vinstri og hinn með þeirri hægri. Það að viðurkenna það, þeir ekki nota sömu hendina. Pælandi í hugtökum sem var ekkert með raunveruleikann að gera. Báðir eru ríkissjóðsmellur og virðast hafa sameiginlega hagsmuni feita eftirlaunasjóði fyrir sig og sína. Þolið mæði mín fyrir svona hirðfíflum, IMF, fer þverrandi. Þannig að ég ennþá að móðga alla. Algjör óþarf að hætta því. Það góðu klúbbur. Þú sækir hjá the Dean of Universal Offense. Já, ástæðan fyrir að fræðimenn, að farisegar og fræðimenn hata mig að ég orðin miklu fróðar en þeir. Þeir eru eiginlega bara orðnir hæmskingar við hliðina á... Hæmskingar? Hæmskingar við hliðina á stólpum eins og okkur. Við erum svona eins og öndvegissúlunar. The Dean of the Faculty of Offense. Já. Já, heyrðu, hvað sæletu? Hvað það? Sæletu? Sælvertu? Sæletu. Þættinum hafa borist skilaboð. Sæletu. Sælvertu. Hérna verkefni. Antivista skýrslu, takk. Útskýring á hvað það Ég bara veit það ekki. I don't know. Ég bara sýna þér bara... Hann vill fá nafnalista, sko, yfir hverjir eru hliðvernirnir og... Já. Þú hliðverður. Þú minn hliðverður. Ég stendi undir ákæru að vera hliðverður. Nei, þetta ekki ákæra, þetta hól. Ef þetta væri meitt neikvætt, þá væri þú sill. Þetta ákærendur bræðrana. Það bræðurnir sem ákæra mann, sko. The Dean of the Faculty of Gatekeeping. Já, þegar ég skapa eitthvað þá þýðir ekkert að reyna að breyta því.
Það var ekki búið bara að taka hann. En herri, ég ætla að fara á klóstið, ég svo gamall að blæran að fann að herpast upp vættanlega. Já, þú drekkur líka svo mikið áfengi, sko. Nei. Ég settu bara eitthvað músík á meðan, ég get ekki drantað einn, ég kann það ekkert. Ég ætla að sita þetta 30 sekúndna intro, ég keyri það bara aftur. Keyrðu bara introið meðan, ég ekki bara legg kapalega. Núna tímastimpillin hjá okkur 1-1, 4-2. Það stendur og, já, ég skilði, já. 1-1, 4-2, fattur. Já, þú drekkur mikið brennivín? Nei, ég drekk mjög lítið. Þetta er svona hóstasaft. Já. Drífðu á klóið og settu introið að ganga á meðan. Ég ætla ekki að ranta á meðan þú fer á klóið. Þetta blokkar allt hljóð og mynd, sko. Þú kemst ekkert á með vittum að keyrir. I don't care. Ok. Já, ég bara róð. Sko, tímasettur kallinn þetta vel. Sko, hann kemur bara leið og introið búið. Þetta alveg meistara piss. Hann geta tímasett introið og pissið svona vel. Þú náður að tímasetja pissið og introið alveg fullkomlega. Það ekki? Algjörlega, þetta var fullkomið. Daniel litli, það var ekki sáttur við að hurðinni væri lokað aftur. Já, ok. En, ég lifi alveg, sko, þetta sennilega bestu ár ævinnar. Ég meikaði að vera heima, sko. Ég fæ pappapeninga og barnabætur með texta vera heima því að við eigum húsið næstu við skuldlaust, sko. Eða kona mín á það. Og og ég á konuna, þannig ég bara einhvern veginn að fatta, bet þetta bara bestu ár ævinnar. Og við tókum börnin úr skólanum í byrjun haustannar og erum búin að vera bara fyrst voru það nokkur sinnum í mánuð á fundum með barnaverndarnefnd. Þegar rektorarnir kærði þetta strax í barnaverndarnefnd. Og og það var farið svona í lögin, sko, það voru að segja, skólaskylda. Og ég sagði, já, það skólaskylda, við erum ekki að hafna skólaskylda eða fara með í skólan, en við getum það ekki af öryggisástæðum, sko. Þið getið ekki tryggt öryggi barnanna í skólanum. Og við erum tilbúin að verða við, og svo voru alltaf að vísa, þau gera þetta svolítið svíðarni, þau vísa bara í eina grein í lögunum og þau tala ekki hina greinina, sko. En það stóð neðar í lögunum, sko, að þú getur uppfyllt skólaskyldana með fjarkennslu og í gegnum tölvur og alls konar leiðir til þess. Og þegar ég var að lesa þau lög, þá tók ég eftir að það eru sérlög sama. Svíar hafa alltaf verið rosalega góðir við litlu þjóðina sama. Það er alveg sérstök lagagrein þá. En allavega, þá eru börnin heima.
og það alveg yndislegu tími hér í gangi. Ég mjög ánægður að heyra þetta. Já. Jón vinur okkar var búinn að segja mér að þú hefði tekið börnin heim. Já. Og við ræða einhver sjálfur, sko. Og þið væruð að heima að kenna. Kona mín náttúrulega kennari, sko. Já. Hefur hún fengið eþjópísku kennsluréttindin viðurkennd í Svíþjóð? Nei. Það ekki nógu fínt fyrir það, sko. En hún getur bætt við sér skóla, sko. Og þá getur hún fengið kennsluréttindin. En eins og margir vita, ég geri á fyrir allir sem hlusta okkur vita, að VÚ lýsti því yfir í sumar frekar en haust, að það að senda börnin sín í skóla væri óopinbert eða óformlegt samþykki á sprautum. Já, þetta skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum árið 2014, það sem tala 3 samþykktarleiðir. Ein skriflegt samþykki, annað munnlegt samþykki og hitt assumed consent eða áætlað samþykki. Og það ef að þú fer með börnin í skólan, þá áætlaðu það bara að þú búin að samþykkja allt sem þar í gangi. Og það í gangi, gangana veður hjúka, sko, sem áreitt okkur 2, 3, 4 sinnum áður en að COVID kom, sko. Þannig að ég var búin að fá það í gegn til þess að börnin bara færu í skólan. Þá myndi ég fekk pappir frá rektornum. Það væri tryggt að hjúkrunarkonan kem ekki nálægt börnunum okkar, sko. Og þetta dugði svona fram á COVID, en eftir COVID þá bara ekki að ræða að þau fari í skólan með einhverju hjúku þarna innanborð, sko. Og með þessa skýrslu og viljayfirlýsingar að börnin séu bara bólusett saman hvað það Og þú sér það á Íslandi hvernig þau léku rosalega ljótan leik. Þau fóru í fjölmiðla og sagði já, það báða foreldrar til að skrifa undir, sko. Það alveg ljóst að það báða foreldrar til að samþykkja. Síðan bólusettu þau fullt af börnum og sagði já, það sem að lögheimilið að fá það breyta öllu, sko. Það svipaði svo þeir breytti sóttvarnalögunum á sínum tíma. Já. Og bara einróma samþykki gegn algjöru lögbroti. Fyrir algjöru lögbroti. Já, ég ætla að setja post á hóksið með mynd af öllum alþingismönnum sem að samþykktu þessi sóttvarnalög. Styð það heilsugar að færa atkvæði. Það væri gott ef ykkur geti sendt mér mynd. Það væri vinsælt, sko. En sko, við erum ekkert hættir, sko. Það fer að útskýrast betur af hverju ég gerði þetta. Þetta eftir því sem tíminn líður, þá mun þetta verða. Hér ætla ég að, ég er búin að vera að velta fyrir mig forminu, sko. Og ég er búin að, það eitt sem ég er búin að vera að hugsa líka, það sko, það alltaf þetta form og byrja með grúppur og kjósa og allt þetta, sko. Það alltaf eitthvað svona félög í kringum þetta. Sko, Ísland, það engin félagaskrá. Það ekkert nema það guðdómlegi sáttmálinn, sko. Og ef þú gengst undir hann, þetta svona frelsast, sko, það bara svona munnleg játning, sko, að þá ertu víkingur, sko. Og fyrir það sem ekki heyrt mig útskýra það, þá sko eru við og king konungur. Þannig að það þýðir í raun við konungar. Og á ensku we kings. Að sko, það þarf enga félagaskrá. Það þarf ekkert vesen, sko. Þetta bara eins og að frelsast til,
til frelsis frelsaði Kristur oss, sko, látið ekki aftur leggja yfir ánunnar og, sko. Það alltaf verið að henda einhvern svona reglugerða fasisma, eins og víkingaflokkurinn fékk ekki skráninga því að valdstjórnin leist ekki á samþykktir félagsins, sko. Þannig að, og hér verður þetta og ég mun opna víkingadóm hérna líka. Og víkingadómu verður á þessu heimilisfangi. Flott mynd. Já, takk. Ég var að byrja með, hérna að skilaboð. Arnar Þór laumu sósíalisti án þess að fatta það, talar lýðræði og sjálfsábyrgð en á móti laissez-faire stefnu. Hvað laissez-faire? Ég hef aldrei heyrt talað hana. Máttu útskýra það, Siggi? Hvað laissez-faire? Laissez-faire? Ok, fá skýring á því. Íslendingar... Mér finnst þetta góða punktur, sko. Já, gaman að fá svona skot, sko. Þetta hundurinn Lassi þá? L-A-I-S-S-E-Z. Já. Lassi S. Herru, þetta áhugaverður punktur. Þú ert að taka upp skjámynda þessu. Já, ég klika það. Úps. Já, það var hinn punkturinn. Og það hérna, Íslendingar virðist ekki vita hvað frjáls markaður hann afskipta ríkisins og haftir og fleira eins og kvóti og fleira. Já. Anarkokapitalismi. Fáum maður bara í þáttinn. Hérna, Siggi, komdu og útskýrðu þetta fyrir okkur. Ertu ekki til í það, Guðjón, eða? Ég gesturinn. Já, ég ætla samt ekki að setjast og prumpa framan í því allan daginn, sko. Ég þarf að vera kurteis við húsgestina mína. En hérna, já, því betur sem maður kynnist manninum, því vænna þykir manni Jesúsinn og Biblíuna, sko. Að hérna, þetta vers, hérna, baráttan ekki við menn að holda blóði, heldur andaverur vonskunnar. Sko, ég bara átta mig á því, þetta fólk sem eru svona eitthvað svona sko, ég eiginlega að komast á þá skoðun að allir séu helvítis fávitar, sko. Já. Og eru með fávisku sína reyndar í nokkrum litum. Það eru rauður og bláir fávitar, sko, og svo gulir og grænir. En í grunninn þetta allt saman fávitar, sko. Gjörsamlega gagnslaust lið. Og þar höfum við Biblíu, sögumann Elísa. Var ekki, nei, hver var það sem að lagði að staði með 20.000 og endaði með 200. Það var Gideon. Gideon, já, fyrir ekki Gideon. Það mega líka einhver aðrir komin. Ég þarf að gera meira þessu, fá svona drop-ins. Sem svona ansvar við okkur dropout-anum. Við erum náttúrulega algjör dropout.
þjóðfélagslega. En það þetta hérna, sko. Nei, þetta eitthvað allt annað. Afsakið ónæðið. Þetta var vitlaus spóla sem ég setti í hérna. Það var þetta hérna þess sem ég vildi. Ég held að menn átti sig ekki á því hvað Biblían snjöll, sko. Það hefur engum tekist að fá alkohólista langt leikta til þess að hætta að drekka nema AA samtökin, sko. Og þeirra hugsjón eða þess fræði hjá þeim, sko. Klæðist alvæfni Guðs til þess að þeir geti staðist vélabrögð djöfulsins. Áróðursbrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í ekki við menn á hold og blóði, heldur við tignuna á völdin, við heimsdrottnara þessa myrkurs, við andaveri vonskunar í himingeimnum. Sko, nú ákveðin hópur af fólki sem bara umturnast við það að ég að lesa þetta, sko. Þetta loðið lagið það? Já, bara heyrði öðruvísi í þér allt af því að bara klóra mér í eyra. Já, einmitt. Þannig ég var að tekka á hvort að, heyri ég eitthvað furðulega. Ég var bara með annað earplugið, heyrnarplugið. Já, þetta chemtrails, sko. Þetta líka mikið úr hjá mér, sko. Það chemtrails. Já, það bara eins og það bara lækkar helming, sko, bara voljum, bara, já, ok. Nú, það Nei, bara, þú veist, maður langt á 60 aldri, sko. Þetta CIA, búið að hakka sér á tölvunni þar. Herðu, já, ég setti hérna inn linkin ef eitthvað vil koma og hella sér yfir okkur. Það alltaf vinsælt. En sko, ég bara átta mig einhvern veginn, sko, hvað fólk almennt rosalega skemmt. Þú sér það þegar Jesú var að ganga þannig svæði, sko, það var allir einhvern veginn bara holdsveikir og lágu í einhverjum kartöflusekkjum og það var allt svona ömurlegt, sko. Og allir einhverju fullir af áróðursdrullu, sko, sem var kallað þá illir andar, en í raun áróðursdrulla, sko. Og bara sko, fólk svona í dag, það allir bara einhvern veginn holdsveikir, sko. Fólk bara alveg keksað, sko. Algjörlega, og þess vegna var ég að því að, þú veist, þessi samlíking sem ég nota áðan tarotspilin, mér datt hún bara í hug þess að ég var að hlusta á Frostana 2. Já. Og ég segi, já, þetta svona það sem, þú veist, manstu fyrir nokkrum árum, þá var ég ofta að leika með hugmyndina Aladdins teppi. Ok, að sko, þá var ég að vinna með það symbol að fólk, sko, ef þú ert Aladdin, í sögunni Aladdin, þá hann gat sest á, hann átti eitthvað töfrateppi, og hann gat sest á teppið og flogið á því. Og líkingin svo að, sko, þegar þú situr á teppinu og teppið lyftir þér, þá virkar teppið fyrir þig eins og það sé solid, þó að það sé að fljúga með þig. Og þú getur lagt töfrateppið á borð á gólfið, sko, og sest á teppið í einhverju lótustellingu, og þú tekur ekki eftir því að Aladdinsteppið getur verið heilan, sko, hálfan sentimeter, það þarf ekki nema millimeter. Það alltaf á flugi. Það ekkert solid. En meðan hún situr á teppinu, þá það raunverulegt fyrir þér. En það ekki á neinu solid ground.
Þetta nákvæmlega sama pælingin, en þú komst með einn punkt og sem að var að þú sagðir sko allt í áraðurs drullu og ef maður sér fyrir sér sko drullupoll, það sem eðja þá ertu að sjá fyrir þér nákvæmlega það sama og þegar ég að tala sko píramídatjöru að fólk sér ekki þá næringu sem það að nærast það sér ekki að það orðið svo toxic sjálft að það sér ekki að öll sín næring, hvort sem það eru upplýsingar frá Wikipedia eða yfirlýsingar frá ríkinu eða sínar eigin pælingar eða hvað annað sem í gangi kringum það eða hinn og þessi podcast og annað að þetta allt saman að það allir að dæla endalausri drullu inn í vitundina og þú tekur ekki eftir því að þú ert orðin samdauna einum stóri svona fljótandi drullusundlaug hvort sem þú kallar það áróður strullu eða ég kallar það píramídatjöru eða hvort við förum á Aladdinsteppi eða tölum Ouija borð tarotspilana eða eitthvað svona það fólk upp til hópa, það alveg sama og þess var svo frábær samlegging hjá þér aðan sko, það eru þessi trúuðu og svo eru þessir vantrúuðu og svo eru trúarfíblin Já Þetta svo lýgilegt að maður getur ekki trúa þessu. Nei, þetta svo lýgilegt að það hlýtur bara að vera sagt. Sko. Já, akkurat. Og ég veit ekki hvort þú tekir eftir, ég búin að vera svolítið obsessed núna síðustu vikurnar með get sannaði fyrir mig lotukerfið, sko. Og ég hef ekki exposað það var endur að ég var að hlusta á Mike Adams daginn og hann var eitthvað að tala rannsóknarstofuna sína, efnagreiningarstofuna sína. Og hann reyndar myndist á eitthvað það sem ég sagði, fuck, Mike Adams getur líklega sannað fyrir mér lotukerfið, svo ég þarf eiginlega að draga þess úr því núna í smá tíma. En bottom line að fólk svo sannfært að túlkunin á veruleikanum sé veruleikan, að það sér ekki Aladdinsteppið sem það situr á. Og það sér ekki alveg eins og, þú veist, þessi Páll Postuli lýsir þessu svo fullkomlega. Þú veist að Ég held að þú varst að tala teppi, sko. Ég held að þú var að tala Al Gore, sko. Þetta væri framtíðar, þetta það sem bara hættu með bílana. Þetta fá bara að senda teppi heim. Já. Það ekki senda teppi einhver banki. Ég var búin að gera alla gjaldþrota og senda við teppi. Jú, það var einhver banki sem gaf öllum viðskiptavinum sínum flísteppi. Já, og svo fóru þeir á hausinn og stála allir peninguna þeirra. Já, það náttúrulega fáir eða nokkur sem komin svona eins og við að endimörkum hins skynjaða raunveruleika, sko. Þú heyrir hvergi í heiminum þessa orðræði sem við höfum verið með. Þess vegna eru alls konar lið sem að hlusta og láta þýða fyrir sig eins og Jordan og allir þessir fuglar þessir fríkin þetta gera helvitis meitlararnir gera þetta sko, þeir meitlarar skulda mér sko skriljóni fyrir það sem þeir hafa stólið af mér sko og þessar leyniþjónustu tuslur sko. Catherine Austin Fitts lýsti eitthvað staðar í einhverju viðtali, hún sagði stundum þegar ég að horfa á elituna þegar hún að koma fram með eitthvað nýtt sko þá upplifi ég eins og þeir hafi bara farið í hugveitina mína og tekið eitthvað þaðan og notað sko og ég hef stundum talað svipað sjálfur að meitlararnir eru efstu hugveitunar. Hvað er Já það er fræðingurinn. Hvað er þú að gera hérna í 10. bekk? Þannig að senda það eftir í annan bekk sko. Ertu ekki búin að taka samrænduprófin? Við gerum könnun. Nei, við skulum svara þessu, ég meina þetta er ágætt og eins líka, mér finnst allt í lagi að svara þessu fyrirbæri þessari spurningu, hvað er antivisti? Ég held reyndar að fyrirspurnin hjá Andra sé hverjir eru hliðverðirnir, sko, það er svo þetta er alveg eins og þegar með fullri virðingu Andri, þetta var ekki eitt skot, sko, það er þegar við endurreistum þjóðveldið, þá ætluðu 42 að mæta.
og við mættum 2. Og það var svona 30% af þessum hóp hafði samband innan 3 sólarhringa. 42, skilur, eða 42, 44. Það var alveg, ég pældi ekki tölinni þá, sko. En félagið engu að sér gilt, þegar sem eru 2 eða fleiri, þar félag komið, þú veist. Og þetta var allt saman gert með löglegum hætti og lögmætum hætti eins og fornlög þjóðveldis gera kröfu svo að þú veist að fjöldin skiptir engu máli, við erum ekki í sósíalisma. En síðan En ef að 2 eru samankomnir og annar bólusettur þar eru 2 hópar. Það engin hópur. Það annars vegar mann hérna Galaxy bókin fræga Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hitchhiker, já. Já, sko, þú ert að tala annars vegar mannskepnu eða mannveru og hins vegar mannesku. En, já, hvað var ég að tala um? Ég var að tala já, sko, þú veist, þessi þriðjungur sem hafði samband næstu 3 dagana, þeir vildu vita hverjir mættu. Þeir vildu vita hverjir. Kemur þér ekki við. Það var ákveðið á þinginu og það yrði ekki gefið upp. Ég reyndar hérna búin að brjóta lög í rauninni, eða lagasamþykkt, þingsamþykkt, með því að gefa upp meira heldur en ég má. En það eru 8 ár liðin síðan og ég veit að mér verður fyrirgefið það en við, sko, innan þjóðveldis höfum alltaf borið fulla virðingu fyrir þessu laga skjalavalds og sáttmála formi sem verið að vinna með og þá ríkismiðju sem verið að vinna með. Hérna ég með myndband af sem sagt hvernig þetta samfélag á hvað ferð þeir eru. Many millions of years ago, a race of hyper-intelligent, pan-dimensional beings Við erum hyper-intelligence, trúum því. So fed up with the constant bickering about the meaning of life that they commissioned 2 of their brightest and best to design and build a stupendous supercomputer to calculate the answer to life, the universe, and everything. Finna svarið við lífinu, alheiminum og öllu. Þetta þetta vísindasamfélag, sko, og háskóla pakkið, sko. Oh, deep thought. We want you to tell us the answer. The answer to what? The answer to life, the universe, everything. We'd really like an answer. Something simple. I have to think about that. Return to this place in exactly 7.5 million years. Is it finished? No, there's more. They go back. What, 7.5 million years later? That's right. They do. Deep thought. You have Sér það augunni í þeim orðin svört. So for you? Yes, but you're not going to like it. I'm gonna like it. doesn't matter, we must know it. All right. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is 42. Yes, I thought it over quite thoroughly. It is, it's 42. It would have been simpler, of course, to have known what the actual question was. But it was the question. The ultimate question. Of everything. That's not a question. Only That's when not you a know the question. question will you know what the answer means. Give us the ultimate question then. I can't, but there is one who can. A computer that will calculate the ultimate question.
A computer of such infinite complexity that life itself will form part of its operational matrix. And you yourselves shall take on new, more primitive forms and go down into the computer to navigate its 10-million-year program. I shall design this computer for you, and it shall be called... Þetta svo mikil snill, maður. En þetta svolítið leiðin sem að þjóðfélag nútímans á, sko. Ég bara veit ekki alveg hvernig á að ég veit ekki alveg hvað getur maður sagt, sko. Ég næs, þú veist. Það sama kann maður gefa marga myndir, sko, og svo náttúrulega hellir Plató, sko. Þú veist, við erum hérna upp á grasinu og það ykkur bara örfáir sem hafa náð að hugsa sig út úr hellinum, sko. Það mjög fáir sem að ná því, sko. Og ástandið í hellinum bara helvíti, sko. Þetta svo mikið helvíti, það alveg ótrúlegt, sko. Goddsvel svarar þessu reyndar. Já, það alltaf ekki fara að gefa það út. Goddsvel var gefið út 2012-13. Nei, hvað var hitt? Orðatal, já. Já, orðatal. Það í vinslu. Ég ekki ritstjórinn. Svo ég get ekkert sagt. Nei, ég svolítið þörf að fá ghostwriter. Ég með 3-4 bækur í hausnum sem ég þarf að koma frá mér. En hérna ég birti daginn myndband frá 2014 eða 15, þar sem ég var að tala sko eigna sem sagt að það búið að erfðabreyta fólki, sko. Sem þýðir það að fólk sem sagt eign patents hafa erfðabreytingarna, sko. Og hérna ég á því að allir sem hafa þegið mRNA bóluefni þurfa að sækja aftur ríkisborgararétt, sko. Og hafa tapað kosningarétti og öllum arfi, þjóðararfi. Það nú ekki margir af okkur Íslendingum eftir. Nei. Ég man ekki hvenær ég byrjaði að vinna með fyrirbærið munurinn á human being og human. Þetta var einhvern tímann á árinu 2015-16 sem að 2015-16-17 sem ég var. Það var eiginlega allt að gerast í hausnum á mér orðmenni á þessum 2 árum, 2015-17. Ég alltaf að setja, já, 2015-17, já, ok. Ég þarf eiginlega bara að skera allt sem ég að gera niður, bara niður í það, sko. En það var á einhverjum tímapunkti sem ég áttaði mig á því að ef þú ert human being, þá ertu búin að samþykja það að fræðimaðurinn hafi skilgreint hver þú ert og hvað þú ert. Ef þú ert sem sagt, mannvera samkvæmt akademískri fræðilegri skilgreiningu, þá skilgreiningahjúpurinn sem afmarkar hver og hvað þú ert. Þá er það það til sérstakt hugtak fyrir þetta. Það svona delegated frá einhverjum. Það einhver sem hefur delegatað til þín hver þú ert. Ef þú segir já, ég human being, þá ert þú búin að viðurkenna að hvort sem það þessi akademía eða þessi fræðimaður eða einhver annar sem að delegatar þessari skilgreiningu og segir, já, leið þú segir ég human being, þá ert þú búin að úthluta einhverjum afmörkunarvald til að skilgreina hvað þú ert. En get ósvipað líka eins og þeirra ríkið eins og Íslandi þar sem að fólk samþykir þá ósvinnu að það sé til fyrirbæri mannanafnanefnd sem að ákveður hvaða nöfn séu lögleg innan
innan ríkisins eða á landinu. Það ekkert í neinu lagasiðferði mannkynssögunar sem afmarkar handa elitunni þetta vald. Ekki neitt. En leið og þú undirgengst það, þá ert þú búin að authoræsa einhverjum til þess að skilgreina hver þú ert. Ef að þú ert sömuleiðis búin að afhenda þessari mafíu eitthvað úthlutunarvald, delegationvald til þess að úthluta þér skilgreiningu á þínu sálarlífi með sinni sálfræði. The human being spare. Og það fyrir einhverjum árum, þegar ég var að vinna svolítið með þetta, þá áttaði mig á því að ef þú ert eitthvað sem hefur verið skilgreint af einhverjum öðrum, þá tilheyrir þú því. Og þannig séð messenger RNA, gene injection og copyright, legal trademark á genunum þínum upp frá því bara framlenging á sömu hugsun. Og það þarna sem að ég fór að gera greinamenn á því að ég ekki human being, ég tilheyri ekki mankind eða humankind það reyndar stundum uppnefnt humanity, heldur ég manneskja sem sköpuð af skapar alheimsins, og ef ég tilheyri einhverju mengi, þá það mengi annara slíkra manneskja sem þá mannkyn, ekki mannkyn sem humankind, heldur mannfólk, og sem þá bara hópur skapara manneskja sem tilheyrir skapar alheimsins. Og þar með ég gengin út úr því í Egyptalandi. Og ég séð það í gegnum síðustu 5-6 árum að fólk getur ekki skilið skilgreiningu eins og svo margar aðrar, og núna allt í einu 5-6 árum eftir að þessi skilgreining sett fram í menningunni, og menning samansatt allra okkar útskýrðu hugsana, þá þetta orðin áþreifanlegur veruleiki. Þú annaðhvort sprautuð manneskja, mannvera, þú annaðhvort sprautuð mannvera eða human being, human beast, mannskepna og ekkert annað en skepna, eða þú hefur hafnað því að láta stinga inn í þig nef, sýnatæki eða nál. Ég sé engan mun á sýnatökunni og sprautunni. Það engin munur á þessu tvennu. Hvoru tveggja algjör innrás í þína einstaklingshelgi. Og ég veit talsverðu púður í að skilgreina þetta á síðustu vikum, og bæði ræðuriti. Og að síðan metafísíska útskýringin hefur verið, ég veit ekki neitt sem ég þarf að veðja einhver hefur, ég ætla ekki að fara að segja hérna, ég hefur fyrstur útskýring, ég veit ekki neitt annan sem hefur útskýrt þennan mun. Ég veit hins vegar Catherine Northrup í The Five Dogs í Tenpenny og Critically Thinking og það allt saman dæmi, vitnaði daginn í einhvern ónefndan sem byrjar að vinna með svipaða skilgreiningu. En ég veit ekki neitt annan sem hefur bara hugtakslega semantikli útskýrt þetta, afmarkað þetta og skilgreint þetta. Núna þetta hins vegar orðin físískur veruleiki. Þeir sem hafa hafnað sprautunum, ég tala nú ekki þá sem hafa hafnað nefsýnatökunni, þeir manneskjur. Hvort sem þeir trú á Guð eins og ég geri það eða þú geri það, kemur mér ekkert við. En það hópur af, það núna 2 mannkyn á jörðinni. Það annars vegar mannkynið sem sýnatekið og sprautað, og hins vegar mannfólkið sem hefur hafnað þáttöku í þessum egypsku píramídakerfum með aðgerðum sínum. Þetta vantar frekar sönnun fyrir því að metafísíkin kemur á undan físíkinni, þá hún komin. Og
má ég bæta við og hver sá sem ætlar að fara að teygjutvista það eitthvað nánar bara komin á Aladdin-steppi með tarotspil. Og ég nefni það, ef ég má bæta öðru við, alveg eins og þetta, ef þú ætlar að fara að ræða eitthvað annað en, ef þú ætlar að fara að ræða eitthvað túlkun á veruleika upplifun þinni á hvað kvef, flensa og lúnabólga ef þú ert komin út fyrir þá orðræðu, lýsingu á veikinni sjálfri og hver reynsla mannkynsins síðustu 6.000 ár af því, þá ert þú bara komin út í út á eitthvað Aladdin-stappi með eitthvað tarotspil. Og þetta alveg eins og þegar ég skrifaði humanistaritgerðina í fyrra, þá var ég búin að vera að vinna með þetta fyrirbæri í fáein ár. Þú veist, þetta kom ekki bara út úr einhverju vakúmi, þessi ritgerð, að ég var búin að vinna með marga búta í henni í langan tíma, þar sem að maður var að byrja eftir ég áttaði mig á þessu 2014 með humanisman, með þessar 7 heimssýnir, sem bara túlkun á biblíunni samkvæmt einhverri náð sem að mér hlotnaðist, að þegar að ég er búin að vera að vinna með þetta sem sagt núna í 8 ár, þá komið fram viðbragð frá veröldinni. Það komið físískt viðbragð frá veröldinni við þessari metafísík. Það enginn sem ég veit í mannkynssögunni sem hefur unnið með 7 heimssýnir 21 heimsmynd. Og ég fann það ekki upp. Þetta búið að vera í biblíunni í 2000 ár. Þannig að þú veist alveg eins og þegar þú segir á hann og eða eins og þegar David Belinsky segir á Ítalíu sumarið 2019, þú þarft enga aðra bók en biblíun, og hann aþeisti. Hann er Club Eranos Bilderberg meitlari. Veist. Núna er einhver vitund, ég veit ekkert hvort það skapari alheimsins eða föllnu englarnir eða bara nordirnar 3 eða Providence-vitund, ég veit ekkert hvaða vitund það það búið að staðfesta þessar tillögur að mælingu, og veröldin öll hefur breyst í einn allsherjar hitamæli, mælitæki, físískt mælitæki á mjög einfaldri frumspeki, metafísík. Og þegar ég horfi á þetta og hugsa, já, ég var að fara að ræða Omikron. Já, við getum rætt Omikron. Ég man að við vorum víxl sammála. Hvernig skýrgreindi þú manneskja? Ég var að segja það á þann. Manneskja er í rauninni Adam og Eva og þeirra ákvæmi. Manneskja sem sagt ég get einfalt þetta, ef þú ert afkomandi Adams og Evu, þá ert þú manneskja og tilheyrir mengi mannfólks. Ef þú ert afkomandi Charles Darwin, þá ertu mannvera, mannkænd eða mannskepna. Já, en ef þú ert nú varst að útskýra manneskja, ekki sagt? Munin á manneski og mannveru, já. Já, það getur ekki hent inn öðru konsepti mannfólk, Nei, ég að tala mengið. Já, manneskja sem sagt hinn skapaða, sem hinn skapaði líkami og andi sem Guð skapaði í Edengarðinum. Manneskja, já. Sköpun Guðs, eða hvað manneskja? Það, það tala anda, sál og líkama, manneskja andi og líkami? Andi bara andadráttur, Ég veit ekkert það, ég ekki að skilgreina það hér. Það allt annað stak. Ok. Manneskja myndi ég halda væri samkvæmt biblíunni manneskja
andi, sál og líkami, sko. Hérna, mannvera held ég að sé þessi lögpersóna. Ég myndi ekki fá að hætta mér út í það. Ég ætla ekki að, ég bara segja hvort ég kviti, ég myndi nú ekki alveg kvita fyrir það. Nei, en ekki láta mig kveða inn eitt í kútin með það, sko. Það er en segja mig þá, hver er þinn skilningur á mann? Já, sko, lagavitund alltaf að fyrirbæri. Nei, þetta er heimspeki og júridík, sko. Þetta er júridísk heimspeki, sko. Nei, ekki alveg, nei. Hvað er þetta þá? I can neither deny or confirm. I can neither deny or confirm. Sko, núna hef ég náttúrulega lýst því að sálin sé hóks, sko. Það sé stjórntæki hjá kaþólsku kirkjunni. Og andinn er hins vegar þetta sem fer við dauðan, sko. Og líkaminn er bara líkaminn, sko. Þannig ég myndi halda að manneskja sé líkaminn, sko. Getur þú zoomað upp? Ég næ ekki, þetta er svo smátt. Sem sagt að manneskja er líkamiðinn. Maður sem tegund. Sko þessi orðabókaskilgreining þarna er ómarktæk. Ok. En hérna sérðu reyndar sko maður, mannsbarn, mannskepna, mannvera. Nei, sko, má ég, ok. Sko, þessi þú, sko, þarna segir orðabók, hvað er þetta ekki á íslensk nútíma, ok. Sko, þarna segir þessi orðabók, mannfólk, maður sem tegund, homo sapiens, mannvera. Þetta er subversion, þetta er rangsnúningur, þetta er materialismi. Þetta er dialektikal materialismi. Þetta er líka bara heimska, mannfólk, er mannesku eða mannkyn, já mannkyn, það er nú eitt. En tökum eitt, tökum annars þak. Á þessum árum gerði ég, sko var ég líka að vinna með, sko, er Adam og Eva fyrstu manneskjurnar? Hvað er manneskja? Ég er búin að skilgreina það. Já, hvað er það? Segð mér aftur, ég man það ekki. Ég sagði, manneskjan er sköpuð af skapara alheimsins. Já, ok. Hún er væntanlega tvífætt, væntanlega með hendur, höfuð, málfar, hún lítur út, hún hefur ákveðið útlit. Biblían segir að, já, Biblían reynda bætir við og segir að skaparinn hafi skapað mannin í sinni mynd. Ég skilgreindi það sem annað stak. Við erum að koma með svo mörg stök. Þetta er allt saman spurning um metaphysical objectivity. En í aldingarðinum þá skapaði Guð Adam úr moldinni. Steinefnum. Já, og blés í hann andanum, sko. Ekki sant? En það er ekkert minnst á sálinu þar. Það er til biblíuleg skilgreining á sálinni. Ég nota ekki þá skilgreiningu í minni orðræðu. Ég hef gert upptöku til þess að taka það fyrir. Það er allt í arkífinu. Ég er búin að afgreiða allt, sko. Ég veit þetta er hrókafullt en bara sorry. Ég er búin að Ég sagði það ekki, sko. Ég er bara hlusta. En og í öllu þessu dæmi, ég er ekkert að tala sem einhvern svona spámaður Guðs og fóriti, ég bara er heimspekingur að ræða málin og eitthvað svoleiðis, sko. Þegar, sko, ef ég fer aftur í, af því ég bara að horfa núna á manneskja versus mannvera, sem bara tvö stök. Ef ég horfi á
ef ég horfi á hvernig húmanisti sér þetta, ef við horfum bara á allt manna mengið af humanoids, tvífættum fyrirbærum með hendur og geta tjáð sig með hljóðum og táknmyndum. Öll spendýr geta tjáð sig með táknmyndum, með látbragði til dæmis. Og mörg spendýr nota líka hljóð, en við notum hljóðfræði. Og hljóðspeki reyndar líka. Til dæmis öll tónlist, allir söngvar eru hljóðspeki, miklu meira heldur hljóðfræði. Það algjör diametrical opposite speki og fræði, algjörlega. En húmanistinn... Þarna er þetta að gefa þér fullt af breytum, sko, eins og til dæmis. Þú og ég vitum ekkert hvort að dýrin séu að tala saman, svipað við á bara annarri tíðinni, þannig að við heyrum það ekki, það skilja það ekki. Já, ég átta mig á því þó ég hafi tekið svona til máls. Ég get alveg komið með eitt stakinn í þá umræðu. Ég gef fuglakorn og veitum það. Hvar er hérna rifbeinssagan? Það kemur þegar Eva er sköpuð. Nei, það er hérna. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði hann eftir konu. Þú ert að elda hrærigraut. Þú ert með naglasúpuna. Ég er ennþá að skoða frumefnin sem eiga að fara í naglasúpuna. Það er allt til lagi. Leit þú frekar umræðina, frekar en að ég fara að vera með einhverja skerfi, sko. Nei. Það er bara það er engin agenda hérna. Ég held nefnilega þetta að fara að skipta meira máli í eins og það var bara í Ítalíu. Þar var einhver gaur sem að drafst úr þessu hann var eitursprautaður og fjölskyldan hans hann var líftryggður, sko. Fjölskyldan vildi fá líftryggingabæturnar. Tryggingafélagið sagði nei, þessi maður framdi sjálfsmorð, sko. Og fjölskyldan var nú ekki sátt við það, þannig að þau fóru með það fyrir dómstóla og dómurinn staðfesti þessa túlkun tryggingafélagsins að þessi einstaklingur hefði framið sjálfsmorð. Með þáttöku í lyfjatilraun. Eins og fjöldi fólk svaraði við í upphafi og háværastur þeirra viðvaranna var frá Dr. David Martin. Ég man ekki, það hafa fleiri talað um þetta en ég held að hann hafi verið háværastur með þessa ábendingu en það hafa fleiri bent á þetta líka, bara strax í upphafi. Ég held að Catherine Austin Fitts hefði með varað við þessu oft. Já. Það segir mér ekkert, sko. En þú, sko, já, það sem að mér langaði, þú veist, ég er svona smá obsessed með eitt atriði, sko. Húmanisti. Ég vil heyra meira um þetta, sko. Sko, húmanisti, og ég vil taka fram eins og til þess að það tók mig 3, 4, 5 ár að fatta til þess að sósíalismi og húmanismi er alls ekki það sama. Það voru á myrku miðöldum þegar skólaspeki var að hrynja. Grunn heimspeki kristjanismans var að missa völdin yfir heiminum. Þá var skólaspekin yfirtekin af sósíalisma, valdisma og efnishyggjuisma. Sem að en hérna það tók mig langan tíma til þess að átta mig á því að sósíalismin yfirtók húmanisman í kringum 1920. Þó að við þekkjum til dæmis ákveðna heimsmynd í dag og maður hefur kallað hana, þú sér bara sumarið 2020 þegar ég gerir ritgerðina mína, þá var ég ekki fann að gera greinarmun á þessu tvennu. Sú heimsmynd, vísinda heimsmynd sem fólk aðhyllist í dag og tekur sem veruleika er sósíalísk afbökun á húmanískri heimsmynd eða húmanískri heimssýn.
Ég geri greinarmun á heimsmynd og heimssýn. Men ég bara svo að fólk átti sig á hvað ég að segja þegar ég segi eitthvað. Ég geri greinarmun á þessum stökum. Þegar ég les þessa setningu orðabókarinnar, þá sé ég rangsnúning. Svo humanisti sér eitt stórt mengi af humanoids, af tvífætlingum, og þeir sjá í rauninni, þeir sjá alla prímata sem tvífætlinga. Það sé allar ambategundir og humanoid sem mannfólk eins og neandertalsfólk eða homo sapiens sapiens. Neandertals í rauninni homo sapiens neandertals. Og þeir líta bara á, mengi af prímatum og síðan undirmengi af humanoids og síðan bara það núna eitt humanoid og það manneskja eða mannvera eftir því hvernig skapið í. En þarna fyrir 5-6 árum þá fór ég að gera greinarmun á þessu. Að mannvera og mannskepna eða mannvera, mannskepna og annars vegar og manneskja hins vegar ekki sami hluturinn. Þegar ég eins og að segja mannkyn eða mannfólk, þá ég að tala mengið, ekkert annað. Þá ég bara að víkka út vegna þess að, og hvort að það sé rétt orðanotkun skipti kannski ekki alveg öllu máli heldur, að erum við að tala einstaklingin, skilgreindan einstakling eða mengi af einstaklingum sem sumir myndi þá líta á sem hóp eða grúppu. Ég bara að horfa á þessi stök, en það sem að gerast núna í fyrsta skipti í þekktri mannkynsögu og þekkt mannkynssaga 5782 ár vegna þess að það skrásett mannkynssaga. Allt sem að maðurinn veit og þekkir það sem hann hefur skráð. Það sem hann hefur hugmyndum útskýrðar hugmyndir. Þær þurfa ekki allar að vera skráðar. Það sem óskráð óþekkt í rauninni. Þetta alveg rétt skilgreining? Veit það ekki endilega, en þetta skilgreining. En svo má ræða, en þegar það sem hefur gerst á síðustu 60 árum að það hefur komið fram orðræða sem að án þess að bara slengja einhverju fram heldur líka fara hún í rökstuðning á því, ekkert endilega fræðilegan, ekki fræðilegan heldur spekilegan. Og komið fram orðræða sem segir nei, það eru tvö mengi af humanoids. Það annars vegar manneskjur sem eru skapaðar af Guði og hins vegar mannverur, / mannskepnur, sem eru skapaðar af darwinísku evolution samkvæmt einhverjum humanískum útskýringum. Og núna ráðandi heimsmynd á jörðinni sem reyndar hefur verið svo yfirtekin og umsnúin eða rangsnúin af sósíalisma svo að það sé bara eitt mannkyn og það sé allt saman manneskjur eða mannverur og það allar að vera í eitt ríki, eitt sósíalismi, eitt heimskerfi og ein eitursprauta og einn sjúkdómur og einn vírus og svona algjör stalinískur hitlerismi sem að stenst ekkert raunsæi. Þannig að, já, bara, ok. Ég myndi útskýra þetta þannig. Manneskja Tarzan. Mannvera Trúmann. Það ágætis líkingafræði. Ég bara mjög cool. Ertu Tarzan eða Trúmann? Mér finnst það bara cool. Nei, Tarzan, hann í mjög góðri snertingu við náttúruna og tala við dýrin. Hann heyrir þeirra tíðinni, Þannig að hann náttúruvera, eða já, hann getur verið náttúruvera. Hann þess að hans vera í náttúrunni. En Trúmann mannvera. Þannig ertu kannski komið með náttúruveru og mannveru. Að Trúmann lifði í lyginni, Hans vera var lygi. Tarzan manneskja. Hann maður af hold og blóði. Hinn að lifa í lygi, Og þetta eins og með dýbetin okkur andasál og líkama,
Sko, ég held að sálin ég á nú eftir að stúdera þetta í Biblíunni, sko. Ég held að sköpunarsagan segir, sko, að Adam var skapaður af moldi og blásið og Guð blesi hann anda, sko. Biblíulega skilgreiningin að hvort sem það eru dýr eða menn, að lifandi vera með anda sál. Það biblíulega skilgreiningin á þessu, samkvæmt talmúðskum skilningi. Að Biblíu, sem Gamla testamentis skilgreining, þegar menn fara ofan í hvernig Gamla testamentið, eða Tanakh, notar fyrirbærið sál, þá eru fræðimenn almennt sammála að fyrirbæri... Ég er ekki að segja hverju ég trúi. Nei, ég er bara að segja hver skilgreiningin er. Já. Ég hef enga sannleika. Það bara einn sannleikur. Sannleikurinn hóks. Þú veist, þú ert alltaf í einhverjum rökræðum, sko. Ég löngu hættur rökræðum. Bara segir hvernig þetta take it or leave it. Preferably stay, if you can read this, you're too close. Já, ég veit. Já. En biblíulega skilgreiningin þetta að hvort svo manneskja eða dýr, að hafir anda, þá ertu sál. Lifandi vera með anda sál. Það biblíulega skilgreiningin. Já, en þá fer maður að velta fyrir sér, sko, atburðum eins og rannsóknarréttinum, þar sem að þú þurftur að borga fyrir syndir þínar til þess að bjarga sáluðinni, sko. Og þú þurftur að Hvaða ár var það? Hvað var þarna rifjaði þessu upp það sem þú svo gaman á að benda á þarna, hvað var það, 1100, 1200? Það 1300. Pope Benefice, meinar þannig að 3 krónar. Já. 1332 heldur, Pope Benefice. Unum sanctum, já. Unum sanctum, já. One sanctity. Defender of the sanctity of the soul. The authorized defender of the sanctity of your soul. Ég bara víkbrott satan, sko. Í Unum Sanctum 1302 sem sagt þegar kaþólska kirkjan myndaði 3 tröst. Eitt þeir lýstu yfir eign sinni á öllu landi. Þeir lýstu eign sinni á öllu vatni og þeir lýstu eign sinni á öllum sálum. Þannig að sálin var eign kaþólsku kirkjunar eftir claim, sko. Þeir bara claimuðu þetta. Og síðan var það þannig að þú þurftur að greiða eigendum inn í þetta tröst, þurftur að greiða peninga fyrir syndiðinnar til þess að lenda ekki í helvíti með sálina þína, sko. Og það sérst hræðslu áróður eins og við erum í gangi núna. Eða sérst sjáum núna bara opinbera sig fyrir fram að nefið á okkur, sko. Og þessi hópur af fólki á þessum tímapunkti, þetta gekk í 2 aldri, 1 eða 2 aldri, þeir opnuðu síðan þennan, hvað heit það, spænski rétturinn, hvað heit þetta sem að... Það var talað spænska rannsóknarréttin? Já, hvað heitir það á ensku? Spanish Inquisition. Og mér má ég skjóta inn einu, af því að nú eins og ég sé ákveðna samlíkingu í því sem við höfum oft talað hvað til dæmis eins og þessar orðarhreinsanir og hættulegar hugmyndir hreinsanir bara það sama núna í hruni humanismans eins og var í hruni skólaspekinnar eða kristjanismans. Og sömuleiðis þá líka þetta claim á þessu og claim á hinu.
Já. Og lögin tröst. Já, og já, aflátsbréfin, það eru komin til, það þú veist, Rothschild-kerfið á fullu með græn aflátsbréf í dag. Þú getur ekki, á næstu 4 árum getur ekki stofnað nein viðskipti á neinu tagi nema að vera með græn aflátsbréf. Já, og það sko sáttmálsörk fyrir því. Það trúarhópur sem við erum að díla við, sko. Þannig að við erum með sáttmálsörk, sko. Þannig að þetta klárt trúfélag, sko. Já, þetta mjög gaman að sjá allar þessar endurtekningar, sko. Já, þetta bara svona hálfvitar, það geta ekki fundið upp neitt nýtt, þeir bara nota gömlu uppskriftina, sko, aftur og aftur. Sem svo sem það gott business model. En hérna sérðu sko embættin, þú sérðu alltaf klörkinn, ritarann, sko. Og hérna sérðu andlega leiðtogann, sko. Þessi 2 sko. Og svo sérðu Snato og K framkvæma. Þetta sem sagt, þeir sem eru verið að pynta og brenna og hengja, þetta er ógeðslega sárt, sko, að hanga svona. Þetta eru antivaxanir. Þetta var alveg óvart, sko. Antivaxanir. Erum við búin að setja nýtt hugtak á flot? Antivist is not activist. Antivaxarar, þeir eru það verið að sannfara að bólusetja sig. En mér tókst að skilgreina daginn nefnilega, ég man ekki hvort ég gerði það, ég held ég hafi gert það á ensku, mér tókst loksins, ég var búin að vera að bisa við þetta á annað ár, hvernig næ ég að skilgreina the controlled antivist, hvernig næ ég að skilgreina, mér tókst það loksins fyrir bara fáinum vikum. Já, limur að heyra. Mjög einfalt, þú afmarkar hvaða aksjón virkar. Síðan athugaðu hvort einhver af leiðtogum the resistance movement, the activist movement, sé að segja þér og minna þig á að útskýra fyrir þér aðferðina sem virkar. Ef hann að leiða þig út í einhverja aðferð sem er mælanlegt að virkar ekki, þá hann controlled opposition. Og þá hann semst ekki aktivist, heldur antivist. Þetta náði ég að skilgreina. Já. Og eitt af því sem ég finnst skemmtilegast við sem sagt frumspekilega hlutgreiningu, bara sem íþrótt, ég líti á þetta, veist, ég upplifi svolítið sjálfa mig sem, ég manneskja og ég fæðist inn í þetta æviskeið og það kom ekkert dokument ég hélt ekki á neinu dokumenti með, þú veist, prescription fyrir hvað væri mitt hlutverk í lífinu eða tilgangur lífsmiðs. Ég bara fæddist til þess að lifa lífinu og fékk tilskilið uppeldi þangað til ég varð kynþroska og var það bara hæfur til þess að lifa lífinu og það bara undir mér komið frá fæðingu og til dauðadags að finna út hvað svo sem ég finn út og það gefur bjarna og skötu ekkert við. Það bara þannig og í minni leit að því að reyna að skilja sjálfan mig, alheiminn og allt saman, þá hef ég komist að þeirri niðurstöðu að sú íþrótt að finna út frumspekilega hlutlægni eða hlutútskýringu, hlutgreiningu á því sem að sem að ég veit í rauninni ekki hvað
einhver göfugasta og skemmtilegasta íþrótt sem hægt að rekja eða allt ólar við. Og ég sé aftur og aftur að í þeirri baráttu heimsins þá engin önnur íþrótt henni öflugri. Þetta öflugasta íþrótt. Þarna finnurðu hvað menn eins og Descartes og fleiri með engri virðingu fyrir Descartes. Ég fyrirlít fyrirbærið. En hann á það sem hann á, engu að síður. Og hann einn af þeim sem áttu þátt í því að búa til fræðiheitið Homo sapiens sapiens. Og ég ekki komin á þann stað ennþá í minni heimspeki að hafna þessari greiningu. Þetta ekki það sem ég lít á sem sagt human being. Að þetta skilgreinda stak, hvað Homo sapiens sapiens? Sapiens þýðir í rauninni sentience, sá sem hugsar og gerir sem sagt frumspekileg mynstur í huganum. Vegna þess að öll hugsuð mynstur eru frumspekileg. Að hann fær að rýna það. Hann getur, þú hugsar og ert með frumspekileg mynstur í huganum og þú getur hort á þau. Þú getur hort á þinn eigin huga eins og utan frá honum. Að þú getur greint hugsanir þínar. Og þegar við erum að horfa á alveg eins og þú veist, svo ég haldi bara áfram að hæla þér fyrir, það er til trúað fólk, trúlaust fólk og trúfíbl. Og trúar fávitar. Að mín upplifun af þeim að ekkert að sé fært þetta. Þau eru nánast öll með árfáum einstaklingsundantekningum. Homo sapiens plasticus. Homo sapiens sem með frumspekileg hugarmynstur, en það einhver búinn að móta öll þeirra hugarmynstur, allar þeirra hugmyndir, allar þeirra skilning, allt saman. Alla þeirra tilveru. Og þess vegna eru þeir mannverur, af því að þeir eru ekki raunverulegir. Já, og þá erum við komin líka að þessu með the black law fyrirbæri og the monster. Monsterin, já. Þegar ég til þessi minni orðræði, ég tók sérstaklega fram í blogginu mínu núna bara fyrir örfáum dögum að þegar ég tala til dæmis þessa helfur sem í gangi, ég hef ekki hugmynd nema, ég hef oft sagt, ég veit ekki nema allar sprauturnar séu saltvatn. Helfur ekki til, sko. Já, svo það. En ég bara að tala sko. Já, ég veit það. Ég náttúrulega bara að tala the common understanding. Let's go Brandon. Það þessi hérna monster. Að sko leið og þú mætir í sprautuna, leið og þú mætir í nefsvapið, þá ertu búin að afskrifa sjálfan þig. Og þú ert búin að kvitta fyrir að þú ert ekki lengur þú átt ekki lengur þig, þú hefur afhent einhverjum á grundvelli lygi einhver sem að þú veist að lygi, vegna þess að þú upplifað á eigin skinni hver veruleikinn þessa veiki þá ertu búin að afskrifa sjálfan þig, þú ert ekki lengur manneskja, pottþétt ekki. Ja, þú ert erfðabreytt manneskja. I don't care. Þú veist, ég segi reglulega, ég virði sprautudýr einskis því þau hafa sjálf kvittað sig út úr samræðinni, allri samræðu. Þau eru eiginlega monster, sko. A previous birth, a human birth or offspring not having the shape of mankind, which cannot be heir to any land, albeit it be forth in marriage. Það segir að þótt að þú hafi fæðst í hjónabandi, sem sáttmáli, sko,
þá að því að þú fættist monster þá hefur engan erfðarétt eða þá færðu ekki arf hvorki af eignum í landi eða neinu að því að þú ert monster sko. Þú ert ekki human lengur. Einmitt, já. Og sko þetta fólk sem hefur tekið bóluefnin ekki lengur mennst. Ég vil ganga á skrifinu lengra og segja þeir sem hafa samþykkt að láta stinga bómullapinnanum upp í nefið á sér. Sama gildir það, já. Já, ég svona on the side. Rælamertir. En má ég koma aftur á öðru sem ég snerti að áðan? Já. Að sko þarna á þessum árum þegar ég var að pæla í þessu ég mannvera eða manneskja. Þá var ég líka að vinna svolítið með þetta fyrirbæri sko eins og gyðingar, múslímar og kristnir eða þeir taka trú sín alvarlega þá trúa þeir því að Adam og Eva hafi verið fyrstu manneskjurnar. Og mannverurnar. Nei, manneskjurnar. Já. Okay, það svona hinn almenna trú innan allra eingyðistrúar deildana. Og á þess að fara út í kannski einhverja vísindalega pælingu hvort þetta kunni að vera rétt eða rangt ekkert endilega atriðið the thing but certainly er samt tvímælalaust atriði eða a thing en ég komst að vera í niðurstöðu sko frá mínum bæðurum séð að hvort að þau hafi verið fyrstu tvífætlingarnir sem gátu rýnt huga sinn og tjáð sig með hljóðum og hljóðmynstrum var kannski ekki endilega aðalatriðið en frá mínum bæðurum séð þetta fyrir 5.782 skrásettum árum þá eru þau fyrstu manneskjurnar í skilningi eingyðistrúarinnar og þar með ég búin að búa til ákveðna skilgreiningu. Daginn sem þú segir, heyrðu, ég ekki prímati. Ég ekki afleiðing af einhverju darwinískum subversionisma, því að Darwin var í rauninni sko, maður má koma með eitt varðandi Darwin og Theory of Evolution því að þú fer ekki inn mína pælingar sko og sérðu það var tímabila sem ég trúði í darwinismannum sko en það var til annar gaur hérna á sínum tíma sem hvað heitir hann nú hérna aftur Alfred Russel Wallace held ég þú getur googlað það Alfred Russel Wallace endilega tekka á því hvort nafn ég fari já ég útskýri en ég skal ekki vera langorður hvað heitir það sér? Alfred Russel Wallace með 2 alltaf Alfred Russel Wallace Alfred Russel Wallace var þarna hann lifandi fæddur 23 já hann deyr 1913 já nýrætt sko þetta gaurinn sem afsannaði bólusetningarnar hann var sko bara hann var atgeirinn í afsönnun bólusetningarna algjörlega hann skrifaði bestu bókina það en þær eru komið þarna á árunum 1890 til 1910 nokkra bækur vísindarlega fáaðar og vandaðar bækur sem að algjörlega skilgreindu hvers konar viðbjóður hvers konar genocide crime allar bólusetningar eru hafa verið frá upphafi eru enn og verða áfram en Alfred Russel Wallace var á síðan tíma alveg bilað virtur vísindamaður og enn hann mjög virtur hann sko, þú getur ekki vita neitt líffræði nema grúska hjá honum hann var algjör pæjónir og hann var byrjaður að vinna með þróunarkenningar pælingar nema hann var með þeim sko, hann
Hann útilokaði ekki metafísikina. Hann útilokaði ekki Guðs hönd, ef ég má orða það þannig. Eða, ég myndi, ef ég má setja mitt orðalag, Guðs innblástur. Þannig að sko, öfugt meitlarana sem trúa á The Architect, þá trúi ég ekki á The Architect. Ég hafna The Architect. Ég hef meiri áhuga á, ég sagði ekki trúa á, en ég hef meiri áhuga á The Powerful Creative Inspiration. Respectfully. Og á þess að fara kannski dýpra ofan í það, en það ástæða fyrir ég vel þessi orð svona nákvæmlega. Sko, Charles Darwin viðurkennir í formálanum að Origin of Species, upprunnin tegundana, að hann dreif sig í að gefa bókin út, þó að hún væri hugmyndafræðilega ekki tilbúin, hann viðurkenndi það, en viðurkenndi hann var að drífa hana út af samkeppni við Alfred Russel Wallace. Þessi menn þekktust og var ákveðin svona vístaleg virðing á milli þeirra. En þeir voru í samkeppni. Og Thomas Henry Huxley, sem var propagandameistari darwinismans og sumir segja ritari Darwins, og afi Aldous Huxley og Julian Huxley sem bjó til UNESCO viðbjóðin, að hann var sko aðalsprautan, T.H. Huxley, hann var aðalsprautan í því að markaðsetja darwinisman. Og yfirskyggja, hliðvarsla, sillismi, yfirskyggja Alfred Russel Wallace pælingarnar. Og ég ekki hér endilega viðurkenna sko Wallace útgáfuna af sem sagt, þróunarkenningu. Ég veit ekki nóg til þess að geta sagt hvort ég hafi einhverja skoðun á því. En já, ég byrju hvar byrjaði þráðurinn, ég er búin að missa þráðinn. Þetta bila stórt mengi. Já, það tala Wallace, sko. Það var löngu áður, það var eitthvað sem ég vildi útskýra, sko. Já, ég er búin að ná þræðinum. Sko, eins og ég er að horfa á þetta, ef þú semst, já, ok, ég er algjörlega búin að ná þræðinum aftur. Nú næ ég einfalda þetta. Sko, segjum að þú sért einhver svona manneskja sem það fatt að heyrðu, nei, ég er ekki darwinist skilgreint mannvera. Ég er eitthvað annað. Og ert ekki endilega búin eins og komast að þessari niðurstöðu sem ég hef komist að. Ég hef komist að einhverju niðurstöðum þetta. Og þú ert bara á þínu farvegi að reyna að vinna úr því að byrja, já, heyrðu, nei, ég ætla ekki að láta einhverja þróunar líffræðinga skilgreina hvað ég er og afmarka það. Ég bara kvitt ekkert fyrir það lengur. Og þá fer að spyrja, heyrðu, ok, ég er ekki lengur mannvera samkvæmt þeirra skilgreiningu og þá getur þú gengið út. Þar exodus. Það til mörg exodus. Það til margar útgönguleiðir. Þetta svo langur hrímstígur þar sem þú getur, hvenær sem gengið út á milli trjánna sem afmarkar hrímstígan og farið yfir á sólstíg. Það sem skín sól og ekkert hrím. Að þú segir, nei, ég er ekki afkomandi darwinískra prímata. Ég er afkomandi Adams og Evu. Hvort sem þau nákvæmlega hvað gerðist fyrir 5782 árum eða fyrir 200.000 árum skiptir mig engu máli, en ég er búin að fá, ég núna ég ger núna exodus út úr Egyptalandi darwinismans og ætla að fara yfir í guðdómlega ríki Móse. Hvernig svo sem þú skilur það eða hvernig svo sem þú nálgast það, því að sko grunnurinn í minni nálgun á allt saman, ert þú í samskiptum við skapara alheimsins? Ertu að biðja skapara alheimsins að leiða þig áfram í gegnum það undraverk sem alheimurinn, veröldin, það sem er, til þess að uppgöta sjálfan þig, uppgöta alheiminn, uppgöta allt saman, þú veist. Ég vil að skapari alheimsins leiði mig áfram, kenni mig alheimur upp. Og mín glíma við sjálfa mig líka glíma við samskipti við það fyrirbæri, fenómen, sem ég get ekki skilgreint. Og þegar ég komin svo langt út á eyðimörkina þarna og farin að horfa á svo mörg furðublóm spretta upp í rakanum af fótsporunum, þegar ég man eftir að staldra við og líta tilbaka, að þá sé ég ekki lengur borg siðmenningarinnar sem ég yfirgaf,
Ég sé bara einna risastóra tjöru drullu sem kæfir og drepur og myrðir og rænir og sturlar og afmyndar og afbakar og rangsnýr öllu. Þannig að hvort Adam og Eva voru fyrstu humanoidin, þau voru fyrstu eingyðistrúar fólkið, þau voru fyrstu manneskjurnar sem fóru að hefja samræður við skapar alheimsins. Allegedly. Já, svo Málið sko að málið að sko predikun lokið. Það ástæða fyrir því að boðskapur Jesú Krists og Móse lifir í gegnum árþúsundin sko. Sko þjóðfélagsverkfræði Biblíunnar toppurinn á hugverkum mannkyns. Þetta eins og að finna upp hjólið sko. Þetta í þjóðfélagsverkfræði þetta eins og í vélaverkfræði að finna upp hjólið sko. Guðlegi sáttmáli sem að Móse sagður hafa komið með á eldfjallinu hjólið í þjóðfélagsverkfræðinni. Og sko það sem að það sem að Biblían að höndla með, sko ég lít á Biblíuna meira og meira sem þjóðfélagi, sem kennslurit í þjóðfélagsverkfræði. Og það hefur náð að lifa og það með sannleikana sko. Og ég tók sko ég ætla bara að lesa snöggvast 12 spor. Á hvað, já. Númer 1. Við viðurkenndum vanmátt okkar gagnvart áfengi og ef við gætum ekki lengur stjórnað eigin lífi. 2. Það ætla að gera þetta stærra fyrir því, þú sér þetta ekki eitthvað. Nei. Svona. Þú getur nota plus og mínus á lyklaborðinu. Já, það bara leikir burtu. Já, ok. Ok, við viðurkenndum vanmátt okkar gagnvart áfengi. Þarna getur við sett tilveruna eða þjóðfélaginu eða öllu. Og að við gætum ekki lengur stjórnað eigin lífi. Þetta náttúrulega Jórdan sagði sko, akkur byrja ekki bara að taka til í herberginu hjá okkur krakkar. Númer 2, við fórum að trúa á að máttur okkar æðri gæti gert okkur andlega heilbrigð að nýju. Númer 3, við tókum þá ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjá Guðs samkvæmt skýrgreiningu okkar á honum, þess aðri mátturinn. 4, við gerðum rækilega og óttalaust siðferðisleg reikningsskil í lífi okkar. 5, við játuðum misgjörður okkar fyrir Guði sjálfum okkur og annarri manneskju og nákvæmlega hvað í þeim fólst. 6, við vorum þess albúin að láta Guð fjarlægja alla skapgerða brestina. 7, við báðum Guði auðmýkt að losa okkur við brestina. 8, við skráðum misgjörður okkar gagnvart náunganum og urðum fús til að bæta fyrir þær. 9, við bættum fyrir brot okkar milliliðalaust svo framalega sem það særði engan. 10, við ykkum höfuga sjálfsrannsókn og þegar út af bar viðurkenndum við yfirsjónir okkar umsvifalaust. 11, sem þá væntanlega heilaðasta boðorðið, við leituðumst við með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundasamband okkar við Guð, samkvæmt skilningi okkar á honum,
og beiðni það eitt að vita vilja hans og hafa mátt til að framkvæma hann. 12. Við urðum fyrir andlegri vakningu við stigum þessi spor og reyndum því að flytja öllum öðrum alkohólistum þennan boðskap og fylgja þessum meginreglum í lífi okkar að starfi. Sko, Bæn, iðrun, vitnisburður, fyrirgefning. Bæn, beiðni og þakkargjörð. Sko, þetta þjóðfélag Hvað sagði? Bæn, iðrun, fyrirgefning, vitnisburður og hvað var áttur þetta fjórða? Í sporunum? Nei. Bæn, iðrun, vitnisburður. Ég á það til að gleyma þessu fjórða. Kannski eru þau bara 3. Já. En sko, þetta fyrirbæri Bæn, iðrun, vitnisburður, fyrirgefning. Nei, það kemur bara. Sorry. Hérna sko þetta fólk sem að pynta alveg hræðilega pyntingar sko, það trúir því að það sé að gera gott sko fyrir antivaxana og þjóðfélagi sko, og að því að þetta þjóðfélag trúir því að ef að þú greiðir tröstinu ef þú greiðir ekki fyrirbærinu sem var stofnað 1302 að þá myndur fara til helvítis að eilífu. Þannig að til þess að bjarga því að þú brennir á báli að eilífu, sem nokkuð langur tími, skilst mér, þá sé betra að pynta þig dögum, vikum og mánuðum eða árum saman til þess að fá þig til þess að viðurkenna syndir þínar og borga fyrir þær til þessa sjóð sem var stofnað tröst sko. Og ef að þú lætur ekki segjast með pyntingunum, þá sé betra að þú brennir á báli í 30 mínútur eða 15 til 30 mínútur heldur en að þú brennir á báli allt þitt líf. Nei, það eilífu sko. Það sjá það allir vísindamenn að það er betra að kveljast í 30 mínútur heldur en eilífu sko. Það er vísindalega staðreynd sko. Það var spilin sko. Já. Og þarna kemur að krossfestingu Jesú Krist sko. Og þarna kemur að því að sko að segja eins og Jesú, Faðir, fyrirgefðu þeim því þau vita ekki hvað þau gjöra. Þetta er að sama og culpability, eða sérst sko, hvenær ertu ábyrgur gjörða þína? Segjum sem dæmi að þú ert sem sagt, hvað heitir það út meðvindalaus, eða þú í kóma, hvað heitir kóma, veistu sko? Já. Ef þú liggur í dái á spítala, svo kemur síðan verður ein hjúkrunarkonan veik, veik, verður ólétt og kemur að ljós að sá sem lá í dáinu er faðirinn sko. Ber hún skylda til þess að greiða meðlag til þess. Að það sem að Jesú er að segja, Faðir fyrirgefum því þau vita ekki hvað þau eru að gera, að þau eru í dái sko. Þau hafa enga hugsun eða skynsemi lengur og þau eru í sömu stöðu og manneskja á spítala í dái. Þú ert orðin svo sturlað fyrirbæri komin í beddan við hliðina á þeim sem er í dái sko. Ég skil þessa pælingu og ég hugsa oft þessa
pæling, þú veist, kannski ekki alveg á þennan hátt, en ég, þú veist, undanfarin 2 ár hef ég verið að velta mikið fyrir mér þessari pælingu með þetta, því þau veit ekki hvað þau gera. Og þetta beðið að því að lærisveinninn Stefán, hann sagði eitthvað svipuð orð þegar Páll Postuli lét grítan, eða Sál frá Tarsus. Arnar það var, sko, já, bæn, iðrun, fyrirgefning, nei. Ég lærði þetta sem bæn. Þetta var komið með þú varst að tala. Það er bæn, iðrun, vitnisburður og fyrirgefning. Bæn, iðrun, nei, málið þú varst að lesa þessi 12 spor. Að, þú veist, þá var ég að hugsa, sko, ég er ekki hægt að einfalda þetta og ég sagði að þú ert nú eiginlega búin að því, það er bæn og iðrun, vitnisburður og fyrirgefning, það er allt saman hjúpað í 4 skrefum. Allavega, en að því ég á þetta til að sumt dettur í orðahóluna, en með þetta sem þú varst að fara yfir, það var eitt sem datt upp og mér heiti bloggfærslu í vikunni sem var ekki af ásetningi, heldur bara svona fæddist í bylkingnum að fyrirgefning er vald og svo fór ég að hugsa þetta eftir og ég hef nú ekki búin að nota það neins þar og hugsa að fyrirgefning er ekki bara vald, fyrirgefning er líka úrslitavald og ég var nú að ræða þetta við öflugan frumspeking í vikunni og sko málið er og ég og þú höfum oft komið inn á þetta með fyrirgefninguna en ég haf aldrei hugsað, já, fyrirgefning er vald, þetta er í rauninni mjög mikið vald, en eitt af því sem er svo heillandi við leyndardóm fyrirgefningarinnar er að það er svo óskaplega margir fletir. Það eru nánast óteljandi fletirnir að þessum geimsteini. En varðandi, sko, en samt, það breytir því ekki eins og þú ert að vitna hann í Jesú með faðir fyrirgefðu þeim, því þeir veit ekki hvað þeir gera og svo lærisveinninn Stefán sem er skrásettur í Postulasögunni. Ég upplifi nefnilega svolítið þessa beiðni, sko, þetta er svona bara komment, talmúdískt komment, lagakomment, að þegar þú fyrirgefur einhverjum, hvort sem þú bætir við því þeir veit ekki hvað þeir gera eða ekki og skilgreinir það svo nánar, eins og þú varst að gera á það. Að eins og ég skil, sko, og ég vil ítreka, það eru náttúrulega svo margir fletir á þessu, sko, eins og til dæmis með anabaptistana og amisfólk og mennónítar eru anabaptistar, að margir þeirra, ég veit ekki hvort allir gera það, en margir þeirra líta svo á að þú getur ekki unnið úr fyrir þú ert búin að fyrirgefa og þú byrjar á fyrirgefningunni. Jafnvel þú ert ennþá með allar tilfinningarnar, allar flækjurnar, allar reiðina og löngunna til að hefna þín og annað, en þú ert búin að ákveða fyrirgefa og þú ert búin að lýsa því yfir og þú ert búin að ákveða og ert taka þetta skref. Og ég hef stundum sagt í minni orðræðu, Guð, vilt þú fyrirgefa þeim meðan ég geta ekki? Það er bara svona annað form á svipari hugsun. Þú ert búin að lýsa því yfir að jafnvel þú sért ekki ennþá tilbúin að segja ég fyrirgefa þeim, þá ertu búin að biðja Guð um það fyrir þína hönd, en á sama tíma ertu meðvitaður að þú veist ekkert endilega hvort Guð muni fyrirgefa þeim. Þú ert í rauninni búin að segja, ég ætla ekki að dæma. Ég ætla ekki að gera það. Það er bara Guð sem getur dæmt, hvað þá réttlátlega. Veist? Já, ég sé ekki þennan vinkil í þessu, sko. Ég sé að, sko, ef að dýr sléttunar, hýenur eða hvaða dýr veiða í hópum, ljón eða að sko, ég sé fyrir mér að þegar Jesús segir til dæmis, faðir fyrirgeðum því þeir vita ekki hvað þeir gjöra, þá er hann að segja að þessi fyrirbæri sem við sjáum hérna fyrir fram á okkur eru þau eru dýr, þau eru villidýr, þau eru hýenur.
Ég skil þá. Þú getur ekki, sko, ef að einhver er að synda á brimberhetti og svo kemur hópur af háköllum og étur viðkomandi, þá ferð ekki með máli fyrir dómstóla, sko. Þú ákærir ekki hákallana, sko. Eða hýenurnar, sko. Þú ákærir þær ekki fyrir dómstólum, sko. Af því að þær hafa ekki conscious, sko. Þær hafa ekki ég menn, þú getur ekki gert hval ábyrgan fyrir morð, sko. Því að hann hefur ekki konseptið að skilja morð, sko. Og það sem Jesú var að segja þetta, og það sem kom síðan seinna þegar þessir spjátrungar mættu, sko, það sem hann er að segja, þetta lið er ekki neitt annað heldur en bara hákallar eða hýenur, sko. Þótt að hafi ásjón manneskju, þá er þetta óargadýr, sko. Og þú getur ekki ætlast til þess að óargadýr ábyrgist gjörðir sínar. Þannig að þegar að óargadýrið eða hákarlinir er að rífa þig á hól, þá er það allavega í raunveruleikanum, sko. Og þú ert ekki að hugsa, já, það verður nú réttlætið, sko. Það verður nú réttað yfir þessum háköllum, sko. Og það er lausnin sem Jesú var að gefa, sko. Hann var að segja að það verður aldrei réttað yfir þessum óargadýrum. Það verður aldrei neitt Nuremberg 72 eða 42 miljón ár. Það mun aldrei gerast. Þannig að það er bara léttast fyrir þig sem ert að deyja eða undir pyntingum hjá þessum óargadýrum að bara fyrirgefa þeim, eins og háköllunum. Já, þá færðu vald. Ég veit það ekki, það er þín kenning, ég sé hann ekki alveg, sko. Nei, ég bara er að koma því á framfæri. I don't argue the point. Ég sé ekki valdi við hverju þá. I do not argue the point. Nei. En sko þetta Ertu til í þar sem músin var þarna yfir, ertu til að smetla þess á þá mynd þarna lengst til hægri frá þér síðan? Já, nei. Það er þarna brunamynd, það er 1, 2, 3, 4 mynd í efstu línu. Hérna, þessa mynd. Þessa sem er þarna teikning. Nei, þetta er lengst til vinstri frá mér síðan, þetta er lengst til hægri svo. Þú ert í efstu röðinni, 1, 2, 3, 4 og 5 myndir. Rauðklædumyndin eru nummer 1 og svo er þarna teikning nummer 5. Já, ok. Mér langar að sjá þá mynd. Er þetta ekki myndin hann af Anabaptistabrennunni í Hollandi? Það var fræg brenna yfir einum af leiðtogum Anabaptistarhefingarinnar þegar hún kom fram í Niðurlöndum. Ég held að þetta sé mynd af því. Kalvinistarnir voru alveg morðóðir, sko. Já, ég meina breyta pólitískar skoðanir hákals eitthvað verknaðinn, sko. Þetta ekki. Ég ætla ekki að samþykkja kökur frá Guardian, sko. Ég er eiginlega komin á tíma. Sunna er búin að biðja tvisvar að komast út. Já. Og annað, en það er hann eitt koncept, ein ábending hann frá hann Sigga Rúnari sem að ég er mjög ánægður með. Já. Á miðöldum borguðum við 10, núna borguðum við 600. Ég rekna með hann yfir 60%. Það er ekki rétt. Við borguðum...
Við borgum með þessast já sko við erum í sko það það sem ég skil ekki neitt pikkar upp mástu þannig að heavily father account sko þú veist ef þú ferð í spilavíti sko þá ertu ekkert að nota þá ertu bara að nota peningana í spilavítinu sko. Og ef þú græðir þá það allt þá bara að fara með í portið á baku út lamin í klessu sko eða fara með út í einu eyðumark út grafinn þar sko. Þannig að þegar það að tala að borga þá ég meina þessi gjaldmiðlar sem við erum að handla með við eigum það ekki sko. Ekki frekar heldur en spilamyntirnar í spilavítinu sko. Þannig að sko með þessum gjaldmiðlum þá fáum við að spila svolítið með og ef að við vinnum þá allt tekið á okkur sko. Ef að við náum að stoppa okkur flestir spila bara, þeir vinna rosa mikið svo halda þeir bara áfram að spila frá sér allt sko. En síðan eru sumir sem hafa þennan aga þeir spila og vinna helling og þá hætta þeir sko. Þessi eru teknir út og barðir í klessu sko. Af því að þú átt ekki neitt þú átt ekki neitt sko. Það er ekkert spilavítisins. Þannig að sko ef þú hugsar svona já, miðöldum borguðu 10, núna borguðu 600 ég meina, borgum hvað, með hverju? Já, ég veit alveg hvað það er að tala þetta sem að sko þetta það sem ég hef alltaf sagt sko nú einhver gaur sem kaupir disco eða byggir diskotek og æðislega bara flottasta diskotek bæjarinn sko, allt æðislegt og svo bara löng biðröð sko að plebbanum að komast inn sko og svo svona VIP aðgangur sko og það eru vinir gaursins sem byggði þetta allt sko og svo allir auðmingjarnir í röðinni hvað er að leipa honum fram þetta er svo óréttlátt sko nei þið byggðuðu ekki spilavíti eða diskoið sko það var einhver annar gaur sem gerði það og hann bara býður þeim sem hann vill sko og hleypi fram fyrir röðun og allt slíkt sko þetta eru bara auðmingjar sko af hverju byggið þið ekki bara eitthvað eigið spilavíti og það geta allir vinir ykkar farið bara fram fyrir röðuna sko en það mál að þeir sem í röðinni vælandi og veinandi þeir eiga enga vini til þess að hleypa í gegnum VIP aðgangin þetta allt saman auðmingjar 99,99999% af fólki sem þú tala við eru auðmingjar andlega fatlaðir auðmingjar svo ég sé svolítið sem vita ekki hvað þeir gera nei, þau eru óargadýr sko þú ert að díla við óargadýr og ef þú lendir í óargadýri eins og háköllum eða hýjanum eða eitthvað þá þarftu bara það bara það sko það bara það ekkert meira með það að gera og þess vegna einn af æðstu vísdómum Guðs og Stefáns faðir fyrirgefum því þau vita ekki hvað þau gera það varla hægt að finna meiri vísdóm en þetta svo mörg voru þau orð þau voru ekki mikið meira en og þetta verða sem antivaksanir við lendum í þessu fljótlega sko. Já það var nú meira partíin maður og ég sé engan einstæðar ákalla skapara alheimsins
frelsun og réttlæti. Nei. Það allir. Já, og þetta gengi þarna, Davíð Æg og Alex Jones og allt þetta drasl, sko. Þeir eru bara með annað agenda, sko. Já. Þetta allt saman hliðverðir. Já, ég hlusta eiginlega mest núna á hérna þessir æðislega svona True News félagarnir. Það er eiginlega mest við eina sem ég get hlustað á orðið. Og svo hlustaði ég á allir vídeó þegar þú gefið út, sko. Það er nú hvað að minnka í þeim sartu, sko. Já, brunnurinn þurrauðsinn. Já, nú ertu komið með vítamín í nokkra þætti, sko. Mér dettur svona í hug ykkur í bútar, það fer í bloggið hjá mér. Ég ekki að plugga blogginu, auglýsa bloggið mitt. guðjónelias.orða.blogg.is. Hvað er það? guðjónelias.blogg.is. Já, hérna það. Segðu svo ég sé ekki að lesa þig. Hvað er nýjast? Þetta er eitthvað gömulfærsla. Road ends here. Fyrirspurnir og þetta er svolítið nýtt. Hvað er kottar? Ég var að plugga Mike Lindell. Já. Það er myndasatni mitt er samt, sko, aðalatriði, sko. Hvað er það? Þú fer aðeins neðar. Já. Þannig að nýjustu myndir, þú smellir á það, þá kemur það upp myndasatni. Hvað er það að segja? Já, hérna. Þarna. Mér langar að plugga myndasatninu, sko. Já, það er alltaf góðlega. Þetta er Mike Lindell. Hann er nú eitthvað skrítinn kall, sko. Já, en hann er að gera góða hluti. Hvað var með Maxwell? Hún var konans Óla. Maxwell. Og vinkona hans hérna Epstein. Já, Ghislaine Maxwell. Ég er búin að mikið að reyna að koma Íslendingum til skilnings það. Það þýðir ekki neitt. Þetta eru bara óargadýr. Þetta eru bara skepnur, sko. Þórunur. Heyrðu, það vísindamenn voru að finna nýtt efni. Vissirðu það? Nei. The Element of Surprise. Heyrðu, já, það gekk mikið hérna víral í vetur hérna. Ertu coincidence theoristi? Þú ert eftir íslenska það. Þú bjóst til íslenskunar samsæringar. Jú, það var ég. Tafinstokkið. Ég átti greiningun á því. Já, nei, ég þarna. Já. Þetta er Masonic. Handaband við sjálfan sig. Freedom. Er það ekki bara rétturinn að vera ókeypis dám? Frí er ókeypis. Ókeypis þræll. Það er gaman að spila þetta. What? 99% þessu liði eru operatorar, sko. Þetta er sammála því? Já. Hvað er það? Já, ég er sammála því að 99% þessu liði eru operatorar. Já. Ef þú ert á sviðinu þá hleypti þér einhverju sviðið. Já, algjörlega.
Já, en það var svo merkilegt líka hérna með það var svo merkilegt eftir að krossfestu Jesú þá voru allir þeir sem frelsuðust það var verið að náttúrulega drepa þá í stórum stíl sko þeir börðust aldrei á móti og bara faðir fyrirgeðum því þeir veit ekki hvað þeir gera sko það felldi heimsveldið sko gengdarlösum morða á kristnum sko. Annað sem ég ætlaði að segja að það hérna þeir sem að voru að hatast út í múslima og ISIS liðana og allt þetta ég ekki viss að þeir hafi heilabú til þess að átta sig á því að ISIS í Arabíu Arabstan er COVID í Vesturhreppi þeir eru of heimskir til þess að sjá það já, þetta er gott myndasamt þetta er æðislegt hjá þér já heyrðu það ég sá hana mynd af kennara dögkteipa grímun á barn það var kennari barn sem að vildi ekki hafa grímun á þá sótt hún döggteip svona grátt og límdi hún á barnið þessi heimur er gjörsamlega sturlaður gjörsamlega sko þetta eru óarga dýr sko Nú, fekk hann ekki í nefið? Hvað var það? Af hverju fekk hann ekki í nefið? Ég veit ekki. Já. Þetta er rosalegu tími, sko. Þessi er frábær. Algjör. Frelsi er hóks. Medusa. Take your comments. Það eru 3 skot sko í aftökunni. Það eru 3 skot núna í hinu. Já, maður reyna að gera grín að þessu frá ýmsum hliðum. Að því maður hvað Það er flott sko. Það er bara mjög flott. Já. Þetta er, hann er stafurinn, galdrastafurinn. Nei, þetta er ekki galdrastafur. Nei. Það var eitt sem ég ætla ekki að gleyma að segja. Þeir tala í galdrastöfunum sko, og þú mátt ekki láta línu beinast að þér sjálfur. Vissirðu það? Já, nei. Mér er alveg saman allar þessar stafsetningar öllur. Já, gaman að þessu. Akkur er þetta 2? Disparity. Já. Sko, minn komin í hvernig Þessi er góð. Já, þetta var eftir að enda illa. En ég var hérna
þegar maður les satanistana þá snýr maður öll á hvolf sko. En Takk fyrir að plugga þetta, það var gaman að sjá þessar myndir. já, ég var næstu farin að rúlla af stað í Tartari og mögglópum sko. Já, það allt saman mjög áhugavert. Þetta mjög áhugavert og enn einn vinkillinn sem maður bara vissi aldrei sko. Já, og var það ekki Max Egan sem kom þessum pælingum öllum í gang? Jú, hann var svolítið katalisti fyrir þetta sko. Ég hef ekkert fylgst með honum síðan hann flýði Ástralíu. Nei, ég hlusta svolítið á hann. Hann býr svona í ferðatösku sko. Já, hann ekki ennþá hjá hann og Jeff og Lucy? Hann eitthvað að værast þar. Það getur nú allavega verið gaman. Já, ég veit ekki, ég hef ekkert fylgst með þeim að því ég lýsti fraddi í þá í vor. Hverja? Í Max Egan og Jeff og Lucy. Já. Það náttúrulega allt fólk fradd sko. Nema við. Já. Við erum með sannleikann. Ég ekki með neitt sannleika. Við erum með sannleikann. Eina sanna sko. Já, þetta mjög skrítið sko. 1862, ég var flóð. Það var í Kaliforníu. Og við vitum næstu ekki neitt sko. Akkurat. Við sko, fyrsta leið alveg kolrangeð sko. Þannig að við höldum að sólin setjist. Sjáum ekki að hún bara fjarlægist og nálgast sko. Þannig að við verðum svo kolrangeð að tella ykkur trú hvað sem sko. Þetta ekki mikið flott upp í mitti. Já, þetta annað. Ég var mikið, ég veitur eitthvað tíma að pæla mikið í til dæmis eins og með tíma sko. Þú veist, instantly og instantaneously. Samstundis eða svipstundis. Varðandi sko tíma alheimsins og útþenslu, sköpun og allt þetta. Útþenslu? Já, ég segi bara svona, þú veist, hugtökin á þetta, ég ekkert enn til að staðfesta þau, gildið þeirra, en ég líka búin að vera aðeins að velta því fyrir mér og það svona ekkert ný hugsun, ég búin að velta þessu fyrir mér öðru hvoru gegnum árin, þetta með mannfjöldatölur sko, og ég var núna síðast að skella fram þeirri tilgátu að mannkynið væri alltaf rokkandi á milli 6 og 8 milljarðar í mannfjölda. Það engin leið að vita það. Nei, ég veit það. Ég held að mannkynið hafi verið 33 trilljónir sko. Veist þú? Ég getur sagt það hvað sem Það getur enginn það bara Það eina sem þú veist bara hver sagan sem þú trúir en leið og staðfestir hana þá staðgerir hana, manifestar hana. Já. En ég held nefnilega að enginn veit. Það þetta sem að kemur fram í sporunum, að sætta þig við það sem að þú getur ekki vitast. Já, þetta tengist þá líka æðruleysisbæninni frábæru. Já, ég að segja það. Já. En heyrðu, Sunna segir ég sé búin að vera ólengi í tölvunni og ég ræði engu, ég bara að hugsa gamla hundinn minn sem einn eftir. Já, hvað þetta? Ég eitthvað nýtt. Ég hef ekki séð þetta. Þetta mjög smart. Hvað Já, það þorir eiginlega enginn í Frelsi TV nema þú. Ég búin að bjóða fullt af fólki viðtöl og... Já, bjóttunum Pétri einhvað í viðtölu við. Hann hlýtur að vera til það. Nei, hann hálf skellt á mig á hann bara. Hringdir í hann? Já. Já, ok.
Ég veit ekki hvað ferð hann sko. Það verður bara komið ljós. Botna ekkert í svona. Þetta hérna bara fullt af nýjum flottum teikningum. Hvað þetta? En heyrðu, ég verður bara að segja gott, hún er farin að skamma mig, hundurinn. Já. Og hún er alveg... Ég henni smá vodka, þá róast hún verður 12 ára eftir viku, maður verður að tekur mark á eldungum, þegar hún segir, nú er nóg komið, þá er nóg komið. Já. Svo sem. Þeir eru 3 tímar og 16 mínútur komið. Ég loksins djúkum einhver að mæta núna. Pínu seint, sko. Já. En heyrðu, þá ætla ég, já. Það er gaman, það er bara komið inn að fullt að nýjum sprotum, sko. Ég eiginlega nenni ekki að tala þetta demosite sem í gangi. Það er bara myrði sig sjálfur sem myrða sig sjálfur vilja, sko. Sko, frá mínum bætur séð, frá 2. júlí 2020 hefur ekkert áhugavert komið fram. Nei. En heyrðu, ég verð að setja gott. Já, takk fyrir komuna og ég keyri hérna átroið. Ég ætla að senda þeim hérna væl. Ég að segja þeim, ég þarf að blackout, sko. Þannig fade to black. Já, þú getur haldið áfram með að allra læfa eitthvað, sko. Nei, ég fekk nóg fyrir klukkutíma, sko. Já, ok. Já. Þetta er stutt, bara 3 tímar, það er fínt. Hlustendum fyrir og hérna munið að styrkja mig, Frelsi TV og Hóks TV og styrkja Guðjón. Þetta er leiðum. Ég vil ekki neitt. Nei, ég veit að það er að leggja það fyrir framan þannig að þú tekur ekkert við því, það er að læðast að því einhvern veginn til þeim, sko. Menn verða að finna út af því bara hvernig það er gert. En takk fyrir komuna. Og ég spila outro og svo heyrust við bara kannski ekkert að segna. Já. Svona við heyrust bara viku eftir heimsenda kannski. Takk fyrir mig. Sem leiðis, bæ. Ok, bæ.